fattaði bara leið og ég lesi þetta hvað þið lítið eftir þessu mánuði. Þið fljóta líða FM 95 blöður hafði göngu sína á þessum. Já, ég get ekki sagt yndislega föstudegi svona með við að sé snjókoma og reyndar hægt núna. En já, bara ég vil ekki að segja þessum fína föstudegi. Það er fullu bátur og hér eru 3 í gír. Er það ekki réttir en gír? Heyrðu, ég er að reyna að finna út úr headphone-málum hérna. Já, það virkar ekkert. Er þú ekki í gír eða? Jú, ég er ekki í gír. Ég er ekki í gír. Málið er að Richard, ég veit hann er að hlusta. Sjá. Hann er aðeins upptekinn að breyta hárgreiðslur en að laga headphone-in inni. Það heyrist ekki í neinum headphone. Hann er daskostjóri hérna. Ríðu þig í gang. Ætlar að byrja þáttinn á að gefa Rikka lestur hérna? Nei, ég menna að þú veist þessu Steinþór vill hafa headphone. Heyrist í þínum headphone þetta? Það heyrist í mínum, já. Sér, nú er ég sé að Steinþór er að vera reyð. Já, það er að sjóða á. Nei, ég er góður. Þú er aldrei notað headphone í stúdíunni. Þú situr svona 1,5 metri frá mér. Steindi svona, ég sé svona, hvað ég veit ekki, 80 cm max. Þú heyrir alveg. Ég heyri hvað það er að segja. Nei, það er bara af því að þá heyri læginu undir og stemning og hérna er bara þetta er svolítið eins og að þú ert vanur að vera með headphone sem mér veist miklu þægilega. Núna er þetta svolítið eins og við séum bara, þú veist, í einhverju strætóskíla að tala saman. Þetta er ekki eins og við séum bara í útvarpinu og tónlist. En líður þér betur ef ég tek af líka? Það er ekkert mál. Nei, mér líður ekkert endilega betur við það. Ég heyri ekkert hvernig þú heyri. Rikki. Nei, láttu þið líða vel, blöð. Þú átt að bara skilja. Rikki gæti rekið þegar þú kallaði stúdíó strætóskíli, sko. Ég var ekkert að kalla þetta. Þú veist, hann getur rekið með daskastjóri Ég var að segja að það er alveg svo við sem að tala saman núna bara í, þú veist, einhverju. En einhverju skiluðu ekki, það er aldrei með headphone hvort það er. Er ekki? Jó, ég oft sé með headphone. Já, ekki oft, sko. En það, sko, að við sé hvað Richie er huggulegur snóður. Já, hann mest hann svolítið vígalegur. Já. Þetta er svona, hann lúkkar. Hann er harðari svona. Já, ég myndi ekki þekkja hann og ég myndi sjá hann bara, þú veist, út á götu og klukkan væri eftir minnati. Þá myndi ég hugsa, er þessi gæja að fara bara að gefa mér þetta á kjaftin? Myndu hlaupi í burtu það? Hann hefur æft box. Nei, ég myndi ekki hlaupi í burtu, en ég myndi hugsa svona, já, þessi guður, nú er í lamin. Hann er mjög líkur hann að Michael Scofield hérna í Prison Break. Það eru bara eins. Jöfull voru það góði þættir. Já, ekki þættir í fyrstulu. Ok, fyrsta sería. Já. Fyrsta sería var spurg. Já. Ég held að fyrsta sería Prison Break séu besta þættir sem ég sé. Ég veit það nú ekki, en þeir voru drullu góðir. Næsta seríu. Næsta seríu var alltaf í lagi, svo var þetta komið til alveg. Þetta er alltaf þunn lína, þú veist, um leið okkur sería slæri gegn sem búið að taka svona 6 ára að skrifa og þá áður þetta að koma með meira, hún sló í gegn. Þá hefur þú bara hálft á til að skrifa hana. Já, þú hefur það samt alveg, þú veist, þú getur alveg komið framhald eftir 2-3 ár, en það má eða ekkert heldurlega mikið meira, þú veist, þetta er. Nei, þetta er pressa, sko. Já, þú ert að ræsa menn út, sko. Í gær voru 13 ár síðan að fyrsti þátturinn á Game of Thrones fór í loftið. Það var svona alveg ágætt reality check fyrir mann, sko. Ég, sko, nú ætlum ég að giska á 6 ára eða eitthvað, sko. Nú ætlum ég að koma með hot take, sko. Ég hef ekki séð þetta. Hefur ekki séð einn þátt að Game of Thrones? Jú, ég hef alveg séð kannski 1 þátt eða 2. Það er good fucking shit. Já, ég veit það. Betra sjómasefni sem ég sé. Ég veit það. Þú átt inni álur veislu. Nei, ég á þetta ekki inni, ég ætla aldrei að horfa á þetta. Akkur. Af því að það er óslega stór ákvörðun að fara bara að horfa á allt. En þú veist þetta er 8 seríur. En þú veist þetta er high quality shit. Ég veit það alveg, en 1 þáttur er klukkutími og þetta er 8 seríur og svona 20 þættir í seríu. Þá er ég bara að sé ég ykkur næsta ári, sko. En hvað er 1 mörgum klukkutími við leiðilegum tölvuleikjum? Leiðilegu töluleikin? Það er ekki til neitt sem heitir leiðilegt. Það er bara miklu skemmtilega að spila töluleiki heldur en að. Ég eiginlega öfund að eiga þetta inni. Þú er alltaf að fara að taka þetta. Þú er ekki heldur að horfa á Peaky Blinders. Nei, ég hef ógeðslega lítinn áhuga á sixpensurum og verið bara feskur í 1 ár eða þú fengið tölvur. Ég veit það, en er það ekki svolítið samt svona, er það ekki bara vonleirar og sígarettur og pensarar eða? Peaky Blinders? Já, reyndar allt sem ég tikka, sko. Á ég að fara að tala sjónvarpsseríurnar sem þú hefur verið í sjálfur sko, Peaky Blinders er besta sjónvarpsefni ég teki það er ekkert eðlilega gott shit ég teki Þú veist, máli er að Steindi núna er náttúrulega bara að vera að sér svona fjölskyldu og vinna fyrir þetta skammar Ég fatt að allt sem ég var að segja ég held með því, ég fíla allt sem ég sagði sjálfur sko. Já. Ég er að fá sama lestu sko frá vinum mínum fyrir að vera ekki búin að taka Yellowstone og því að þá að vera high quality shit Ég er búin með 2 seríur þar það sé svona Succession on a Ranch svona þannig og hérna þannig veit ég bara ég á inni álvöru seri Steingalinni, þú ert vantilega eftir Yellowstone líka ekki Málega það, ég hætti alltaf að horfa á þess að ég byrja núna að horfa á hérna Gentleman
sem á Netflix. Já, ég horfði á þetta í flugvél í gær. Ég var að hálfa að fyrsta þá, hann byrjaði við. Já, sko, ég var að horfa á þetta bara flugvél í gær og ég horfði á þetta og svo fattaði ég náttúrulega þetta er sería fyrir 14 ára. Þú segir þetta með allt, svo líka með Beekeeper 14 ára, þetta er 14 ára, hvað, er eitthvað þáttu sem er ekki verið 14 ára krakka sem þú horfa á það? Steindi er stundum too cool for school. Nei, alls ekki, ég er bara að segja að þú veist, þetta er, skilur, þetta er það þannig. Ég meina þegar þú varst að horfa á gamla stöfið, þá varstu á þeim aldrei, skilur. Þú varst að horfa á Lockstock og... Ég ætla ekki að fara að bakka eitthvað upp hérna... Snats, það er enda gæðigamyndir, sko. Já, ég ætla ekki að fara að bakka upp Gentleman, en ég finnst til dæmis það sem ég skammast mér mest fyrir er hvað ég er búin að eyða mörgum klukkutímum í að horfa á sjónvarpsefni þar sem ég er að bölva allan tíma. Love Island. Já, nei, Love Island sleppur. Þetta er eins og hérna viðbjóðurinn hérna Is Love Blind eða Love is Blind eða eitthvað. Það er Þau sitja hann í sikkur herbyggjun og sjáu í hvort annað. Já, verða ástofanginn og trúlóast og veist það. Þegar gælan daginn þá var ég nákvæmlega svo Megan Fox og svo hittustu og gæja bara hörðu þetta er... Já, en hún er búin að... Ég hef ekki séð neitt af þessu. Það farið svolítið ég get lofaði því, hún sér eftir því kommenti í dag því að hún fekk náttúrulega bara allt netið á sig. Þetta er svo ég var í ykkur dating þetta sér, ég er nú bara, já, vini mínu kallar mig Rúrik, sko. Það var okkur, ég er bara meins, við erum nákvæmlega eins. Þá þyrftir það þætti, sko. Það er alveg svo Rúrik. Ég skil samt aldrei, eins og þú þeir að tala um seríu sem ég hef ekki heyrt og allt netið fór á móti einhverju mannskju sem ég hef aldrei heyrt og ég sá aldrei neitt. Nei, það fór ekki á móti þetta, hún fekk svona bara ógeðslega leiðilegt fyrir hann eftir á þegar maður sá bara hvað gerðist hún fekk náttúrulega bara þetta var bara einelti sem hún lendi í eftir að var sagt hún er mjög ólík Megan Fox þessi pía hún er kannski líka, þetta var ekki þaul hugsað hjá henni maður segir átt einhver hluti sem hann sérði eftir nokkuð sekundur setna hann er búin að segja þetta er komið út ekki að þið líða þannig, þú veist Dóri DNA-maðurinn hefur alltaf sagt ég sé sjálf á mig í The Rock hún finnst það líkur Rock en hann er alveg eins og Kartan í Neighbours hann er líka henni heldur en Rock líka henni henni kortinu við þurfum að klippa þetta út sko DNA-maðurinn er líka ég verið með DNA-maðurum í Ástralíu og fólk var alveg bara is it him? Hefur þið séð nýlega hann er snóðaður og flottur ef fólk að rugglast á DNA hefur þið séð myndir af þeim saman og Tóri hefur þið séð mynd af þeim hlið við hlið og þetta er ekki gamli Tóri þetta er nýi það var enginn sem kom það var enginn spurður excuse me is that The Rock ég skal bara sína þér þetta Það er hlið Já, þeir eru alltaf Nei, hann er líkur Þú veist, þeir eru snóðaðir báðir sko Þannig að ég var ekkert að vera leðilegur þegar ég sagði að hann er líkari körtunni heldur en The Rock Nei, ég veit, en þú varst samt að segja að Dóratin var mjög líkur Tóri sko Já, hann er það En ég málega Tóri, ráttur okkur maður Við reyndum eitt og hálft ára að fá viðtal við hann Það þekki Dóra vel Ég veit ekki Dóri með þykkt bak, út sagt hvað sem eru mann að frikja grænja sko Það er ekki eins og sé líka móðgun sko Nei, Tóri, ertu búin að sjá myndir á honum í dag? Tóri er huggulega gæði sko Ómyndalega maður Hann er það ekki Við erum ekki að tala í gamla dag þegar það var með takk Þetta er ekki hrós að segja það eitthvað Það eru gamla, þú er bara ekkert öðla líkur Toadfish maður Þetta eru bara eiginlega nákvæmlega eins Ég myndi segja með öðru gerst þess að Brad Pitt í Troy þá myndi segja ok, thank you kind sir and Tóri í Neighbours Ég myndur ekki bara fara heim og Þetta er ekki hardis Þetta er í búið líklega held ég En sko, eina sem er ljótt í þessu eins og þú varst að segja að hann, Dóri Dina segist vera líkur The Rock Já Ok, nema það Það er enginn að rugglast á þeim Það sér sjálfans í honum Ok, það er allt annað Eina henni til varnar píinu í Love is Blind sem sagði bara hún var, ég held hún vinni sem flugfröð eitthvað og hún sagði að fólk sem kemur í vélina hefur oft sagt við mig að ég líkist Megan Fox Það sem er verst í þessu að þú ert í þætti þar sem að þú ert sennilega að fara að trúlóast mannesku án þess að hitta hana Það er ekki hægt hvort það er Jó, þess vegna er að þekka hvort að Love is Blind það er það sem að þáttur gengur út á En ég meina Það er bara dreigir fyrir, þú heyrir bara röddina, þú sér hann aldrei Við talið saman í marga daga Þegar að kynnast Er það konceptið? Já, þú sér aldrei útlið, sér ekki útlið fyrir Já, ok Þú er basically búin að gifta þig, þú sér hann Mér stann og skemmtlara koncept en þetta Love Island Þetta er, nei, ef þú horfir á þetta er viðbjöð En málið er, vandamál hann er og hún er búin að segja, ég er eins og Megan Fox Já, það er svo ljótt, hann er aldrei síðan Allt sem hún er búin að segja eftir það, gæni hlustar ekki svona á það bara Megan Fox Segjum ef Dóri Dina væri í sama þætti hann myndi fá sama baklas og hún lendi í ef hann væri að tala við píu sem væri svona on the fence, væri hrifin á honum og einhverjum öðrum gaur svo allt í henni segir Dóri, já það er nóttur að rugglast á mér og The Rock í hann heilum einn maður bara svona
Hörðu, þetta gæti bara verið the move that seals the deal. Þetta gæti verið með Ég var til að byrja með The Rock og hann er geggjað persónleika. Ég er búin að tala við hann heilengi. Þess vegna er svo ljótt þegar hún sagði þetta. En mér finnst líka ljótt hvað Svo er hann svo Tóri sko. Þetta er smá Ég ætla ekki að vera Tóri er hugulegu sko. En málið er að það sem er að gerast þarna í þessu, það er svolítið sko, það sem hún hefði átt að gera. Nú hef ég ekki séð þetta. Hún hefði frekar átt að downgrade lookið. Þannig að þegar þau sjást þá bara, það er miklu frekar að sitja bara þarna, eins og ef ég er þarna. Ég hef sagt bara, herru, ég er tvistur. En ég er stemningsmaður. Þá átt ekki breyk og twist. Ég átt alveg breyk ef þetta er Love is Blind. Er þetta ekki Tvær persónleikar Þetta er bara manneskjur og þetta er ekki þekktar manneskjur. Þetta er bara pía sem er búin að vera að vinna sem fluffriða. Fyrir allt í einu sjónvarpsþátt og áður hún veit af, þá er bara allur heimurinn að gera grína henni fyrir þessa setningu sem er ógeðslega ljótt. En ef þú Því að hún segir þetta bara inn í einhverju poddi bara, já, mér hefur verið líkt Megan Fox, ekkert að spá í. Nei. En ef þú er til dæmis, að þú var í þessum þætti og þú er búin að tala við einhverju mannesku í margar vikur. Rakel hefur sagt við mig, hún hefði borga pening fyrir ég færi inn. Það var náttúrulega fyrsta lagi mjög skrítið að trúna á þessu. Hún er kona mín sko. Ég fekk blöð orðanir sko. Já, en þú veist Sölublöð myndi alltaf, þú er alltaf highly successful þarna 100%. En ég menn, ef þú Þú myndi væri segja bara að það er svo Statham, þú myndi þetta frekar líkur. Það var ekki vörusvík. Heldur það Þetta væri það vörusvík. Heldur það sé hægt að vera alveg ástangin og á þess að vera búin að sjá mannesku. Bara alveg það ástangin að skipti rauninni engum máli. Þetta getur bara verið Ef þú ert frá Bandaríkjunum, já. Þú veist mannska getur bara verið græn í framann. Það skiptir ekki skipta máli. Í Bandaríkjunum er stærra að gifta sig heldur en eignast barn. Það er bara staðfest. Þau tala alltaf stærsti dagur æviðinnar Er brúðkaupið. En ekki bara, eins og stærsti dagur ævi allra Íslendinga sem hafa eignast barn er barnið þeirra, sko. 100%. Það er ekki að þau giftu sig. Nei. En líka flest allir í þessum raunveruleika þáttum erlendis, veist. Þetta eru sambönd sem endast yfir ekki lengi, sko. Nei. Þetta er sjálfgeft, þú veist að þarna þetta Er fólk að berjast frontpages þarna? Þú fær followers. Já, þetta er mikið það bara, og það er líka orðið eins og þau segja þættunum. Það var eitthvað hérna, hvað heitir þetta, þau hittast öll reunion. Það var bara, þú varst bara í þessu til að verða frægur og náðir í pí, það er bara svo flest allir. Ef gamli Vúrtblö eða þetta er svona þáttur hann geta farið í hann hefði mætt, sko. Ég hefði gert allt fyrir athygli. Svo er þetta allt venjulegt fólk. Það er enginn, þú veist, það kemur ekki allt inn í tjöldin og þú er bara búin að gupp og míga á þig og þetta er allt venjulegt fólk. Hvað meinar? Ég er að segja, skilur það er rosalega munur að tjaldið er tekið og bara, þú veist, manneskja mótið sem er bara á þínu, þú veist, það er fullt af myndalegu fólki hann. Ég er að segja það. Já, en svo líka fólk sem það er ekki að vera myndalegt. Ég er meira að tala um bara að þetta er bara fólk í lagi. En þú getur ekki allir, nei. Ég hef ekki séð þetta. Það getur þetta bara að giftast einhverjum eftir eitthvað korter. Ég menn svo bachelor, það er eitthvað marga mánu að taka það upp og samt endar það allt í abaskít, sko, eftir á, sko. Já, þetta er ekki hægt. En eins og málið talað hérna followers og hérna Instagram og svo frammi, þá heit ég fellow model Rúri Gíslason í morgun í sportsunu. Hann er actual model, þú ert ekki að model, sko. Ég hitt hann í morgun, hann og Dr. Viktor voru að sötra kaffi fyrir æfingu og hann nýkominn frá Coachella, var að vinna alltaf fyrir BMF, dressaður á Louis Vuitton, ég tók eftir því. Ef að Busterinn að hlusta, sko, get ég ekki verið ambassador fyrir BMF og farið á Coachella? Auðvitað. Segðu Bustmaskína að redda því í kveld. Hann er forstjóri BL. Ertu ekki aðeins svo gamall? Ef ég var alveg hinskil of gamall er að fara á Coachella. Erum við komið eitt seima blöðunina? Nei, ég er ekki eitt seima. Nei, ég meina, ertu ekki aðeins svo gamall til þess að vera í einhverjum heilgölum með flottum, í kringum flotta bíla? Nú er ég bara að vera heiðalug, sko, AIDS ég veit það alveg, ég meina pappi minn er heldur ekki að fara ánga, þú veist, í einhverju tímpot eftir bara hann gammal. Já, ég meina, það líður þannig. Ef seniori var að fara hana í feskur, þú verður sjálfur bara að fatta stundum að þetta hendar ekki alveg. Ok, eftir að segja mig það, ég get ekki farið í samstarfið með BL fyrir BMF á Íslandi til Coachella án sem verið í einhverjum helgölum. Hvað get ekki bara farið þarna og verið á bílnum? Þetta setja út á helgalum sexy boy. En af hverju ætti ekki BL bara að fá frekar, þú veist, Aron Kahn eða Hnetuna eða Bríett, eitthvað bara unga popstjörnu til að fara á Coachella? Til að fara bara einhvert fyrir sig. Ég er á BMF. Já, ég veit en, þú veist, ég er að segja bara, þú veist,
Við erum ekkert að Sko yngjast. blöð andlit BMF á Íslandi. Nei. Það enginn að spá í aldri hérna nema þú. Hvað er maður að hvað fokkin kennir það að segja? Hann bara gýr. Ég er andlit pusu á Íslandi. Ég kerum á pusu. Má ég klára söguna? Já, gott að maður. Ok, ég er að spjalla sexy boy, couple of models, just chit-chatting. Já. Þú veist, í sportsuna. Ok, sér, hörðu, við skal Ég er eftir að ná mér á svo age-shaming. Steinþór Róar hefur eitthvað sómakend. Það skrifast ekki Gaman sem ég byrjum þáttar. Nei, einu sexual prime. Áhverjum má hann ekki fara og vera að plugga BMF. Hvernig ertu inn að sexual prime? Nei, ég bara Akkurat núna. Já, þetta er bara, þú ert að verða til skammarinn að segja Nei. En hvað talið ég bara þegar byrjaði því? Hvað tala þú og Úlfur og Viktor því saman? Við erum að velta steinum. Sér sagði ég bara, hvernig var á Coachella? Því þú veist ég bara, ok, good shit, fekk smá skýslu. Hörru, sér gaf mig skell. Ég er bara að segja alltaf þessi content creator. Veistu hvað, hann alltaf er með miljón influencer hana. Veistu hvað allir, það er ekki lengur inn að segja content creator. Það er litið niður á það, veistu hvað það er? A creator. Þeir eru bara að taka út content. Þetta kalla ég döðakippi. Nei, málega ég fekk skýslu. Bara þú hittir einhvern, hey, how you do? I'm a creator. Og ég fór beint á Instagram og ég strókaði út hjá mér content creator og stendur Academy Award nominee DJ model and a creator. Þannig að ég búin að edita my bio. Það er gott að vera með Rúrik þegar hann gefur manni skýslu. Þannig að því að þú gerir ekki annað en í blöggastinu og hér í FNÍFM blöð að kalla það content creator. Þú voru að hætta því. Ég sko, ég var að fá fresh info. Hann var að koma frá Coachella bara með influencers. Enginn sagðist vera content creator. Er content creators, myndur þú segja að þetta væri búið? Nei, þú ert að creator. Þetta er ekki lengur content. Nei, þú veist, en þetta er, þú veist að gera það sama, ekki? Þú ert creating, þú ert að creator. En ekki content. Það er bara, þú veist, það er alltaf að segja. Þú veist, málega, basically, ég er að segja núna, Íslíka, ég er að uppdata Íslíka og þú hittir eitthvað trúð, eitthvað Instagram trúð á biffanum eða whatever og hann segir, hvað getur það? Ég er content creator, clown. Ef hann segir, ég er að creator þá er það gæði sem er up to speed. Skilur hvað það er? Þetta er gott að því að potið einhverju content creators að hlusta núna. Nei, creators að hlusta. Ég ætla að biðja bara alla sem eru creators að breyta þessu strax í bæjónu. Ég breyti bara hjá mér í kvelli bara í morgun 9:30. En það er líka, myndi maður segja, veist, ok, við hvað vinnur það með content creator eða bara núna eins og að segja bara creator, myndur ekki freka segja þú ert að hitta bara einhver svona heilbriða mannesku ellendis og þú fílar að tala við hann og bara hvað gerir þau? Ég er bara einhvern veginn, myndur ekki segja, ég hef náð einhverju svona skrýtnum bara tölum í gegnum Instagram og TikTok og fleira og er svolítið að vinna með það. Myndur ég segja bara I'm a creator? Það er downplay þetta sko. Nei, downplayar það svolítið sko. Nei, í staðin fyrir að vera að segja bara svona I'm a creator, segja þá bara, herru, ég er bara nokkuð vinsæll á samfélagsmiðlum og er svolítið að vinna með það. Mér finnst það eðlilega að segja. Það sem er hættulegast við að segjast vera creator er að næsta spurning er alltaf ok, what do you create? Og þá segir þau content og þá kemur væntanlega yo, so you're a content creator. Verður bara hreinskiln og segðu bara, herðu, ég hef annarkort með bara skemmtilegum snöppum með eitthvað eða útliti mínu orðið nokkuð vinsæll og samfélagsmiðlum og ég vinnu það. En Rúrik spurði, hvað svarar þú? Þú spurði, hvað gerir þú? Þá sagði hann I'm an actor, sem hann er þannig að hann vinsættu myndin í Þýskalandi núna og leinlökunni og hann er basically an actor. En hann hefði ekki það sagt líka I'm a creator. Þannig að hann svarar I'm an actor. Hann segir pottet I'm a ex-footballer. Auðvitað er hann creator og hann er model og hann er allt þetta 20 hluti. En hann segir an actor. En hann gæti líka sagt bara ég er að creata og hvað er að creata? Ég er bara að creata sjónvarpsþætti og bíómyndir og alls konar. Hann er í toppmálum. En við ætlum að fara yfir þáttar sem reyndar áður förum í það. Þá verðum við að koma inn á við auglýstum í síðasta þætti á FNÍFM blöð sem betur fyrr er fólk að hlusta. Því að það er búið að finna stelpunasteindi sem að satt með þér í vélinni á leiðinni heim frá Tenerife. Og hún fær headphone. Já, hún fær sko headphone frá Origo. Þannig að ef við lendum einhvern tímann aftur saman í flugvél þá þarf hún ekki að hlusta með hrjóta. Hún bara sleppur við það. Já, líka bara svona gaman fyrir hana, herðu, hún þurfti að fara í gegnum þetta flug og hún grætti á því. Þetta er Þórunn Tinna
og hún sendi mér mynd að þér í vélinni. Já. Mér heldur gaman að sjá. Já, ég veit það nú ekki. Má þessi mynd hit the streets. Já. En ég finna að það bíða þín headphone hjá Origo á þínu nafni. En ég var að spá hérna, sko, en eftir að spá ég að gefa þá öllum farþegum í framtíðinni sem sitja við hliðin á Junior í flugvél headphone, eða? Nei, þú sagður okkur bara frá því hérna síðasta föstu. Þú sagður greið stelpan sem að satt við hliðina með flestina að gera. Ég hef oft verið með þér í flugvél og þú sefur ekki. Nei, ég sefur ekki oft í flugvél af því að ég reyna að halda mig vakandi. Þannig gerir fólk sem hrýtur. Það sefur ekki í flugvél af því að þá ertu að eyðileggja flugið fyrir öllum. En af hverju við ákvæmt ekki bara vakandi? Af því að þetta gati það ekki. Ég var bara svo þreyttur. Ég bara hugsaði, ég get ekki Steindi, sem er ekki ég ætla bara að ég var ekki bara að sofa í mínútu á leiðin út. En ég spurði líka, af hverju fórstu ekki að sofa? Af hverju fórstu ekki að sofa 9:30? Já, því að það er bara stóra spurningin sem er ekki alltaf svöruð, sko, því að ég gerði ekki, sko. Já, þetta var að tala um þetta flug. Já, því að þú sagður okkur þetta sjálfur síðasta föstudag að greiði stelpan sem satt með þér. Nema núna, og nú er ég ekki íkja, af því að ég líði ekki að hlustendum. Ég er búin að fá send frá 3 einstaklingum sem voru með þér í flugi frá Berlín sem að sögðu nefnir að spurja núti þegar hann lét 200 manna vél bíða eftir sér. Ég ætla að fá útskýrta. Og hérna hvernig getur útskýrta? Sko, málið það, ég hef aldrei verið jafn tæpur á að missa af flugvél á æfuminni. Eða þú veist, ég hef náttúrulega missað af. Já, ég hef missað nokkur. Þarna sko, þú veist, flugvél sem ég náði, fattur þú? En ákveður þú bara eitt, voru dóðurinn á og allir komur inn? Já, allir. Hvað varst þú að gera? Sko, við vorum á flugvöllinum. Við vorum konur á flugvöllinu og það bögga mig þvílíkt mikið því að DNA-maðurinn, því að við erum að taka þætti saman. Vorum að taka ferðaþætti og vorum að koma heim frá Berlín í gær. Dóri er nákvæmlega eins og blöðarinn. Þú veist, hann vill helst fara 5 tímum fyrir upp á flugvöll. Þú veist, þú og Dóri varu fullkomni ferðarfélagar. Þið væri í rauninni bara á flugvöll. Þið myndu ekki fara út af flugvöllin. Þið væri bara, hei, við erum komni út, við ætlum að vera á flugvöllinum og byrja allir fyrir mig. Við erum líka alveg rætt okkur milli í og Dóri, það er mjög erfitt að ferðast með þér. Já, og þið eigi líka ekki verið að tala svo mikið saman behind my back, sko. Ég veit að þið eru að því, sko. Og hörru, en málið það að ég fer þarna og við erum búin að fara núna 4 sinnum út. Þú veist, þetta eru 6 þættir, við erum búin með 4 þætti. Og þetta er í 4. skipti sem þeir vilja fara svona snemm út. Þú veist, það var bara, heyrðu gæs, við erum að vakna og hittast í loppinu bara 8 í fyrramálega því að flugvélin fer 11:30, þetta er eitthvað svona dót. Ok, fóru þeir undan upp á það? Nei. Og ég bölvaði þessu allan daginn auðvitað, bara hvað vitleis er þetta svo? Akkur finnst ykkur svona gaman að vera þarna og þeir, þú veist, það er erfitt að díla við þá. Já, ég bara skilða vel, maður vil bara koma sér heim. Já, þú veist, þú vilt koma þér heim en það er líka alveg hægt að gera við erum með eitthvað 2,5 klukkutíma og ég bara er ennþá smá að pota út af því. Ég er gæs, helviti fínt að vera hérna í 2,5 og fáum okkur að borða og eitthvað svona. Ok, má ég spyrja þig, hvað er betra við að hanga þegar þú ert búin að sækja töskutna þennar á hótelinu? Hvað er betra að hanga hálftíma lengur á hótelinu? Mér finnst bara flugvöllin svo hrikalega leiðileg, sko. Nei, ekki, þú sest bara að fara í reynd kaldan. Nei, en það sem gerðist þarna var að svo bara, heyrðu, núna er bara every man by himself, við ætlum rétt að kíkja, ég var að kaupa handa krökkunum og allir fór í smá búðir og bara svona næs. Já, þú hafði 2,5 tíma, samt mistur þú næstu í vélinni. Já, 2,5 klukkutíma. Síðan lendi ég því síðan lendi ég því að það er svona, þú veist, ég kíkja á spjaldi að stendur boarding. Síðan kemur hringi síminn og þá er það framleiðandinn og segir, heyrðu, við erum síðastirinn í vél, hvað ertu þetta er alveg tíminn að ganga. Þannig að varstu bara rámandi þá var ég bara aðeins að ráða ég var ekkert að pæla í þessu, sko. Og ég bara, ok, heyrðu, tíminn að ganga, ok, ég lappa bara stað, þetta er ekkert mál. Þú veist, það er bara last call, eða þú veist, þetta er gate closing. Já. Varstu kallar það með nafni? Já. Heyrðu, Steintor, þetta er á undan því, sko. Og það kemur bara gate closing og ég hugsa bara, ok, þá fer ég bara núna gate closing, þú veist, það er alltaf 10 manns þarna líka og þetta var flugvél. Góð punktur. Og ég fer bara að byrja að rölda áður en ég veit af, þetta er gate A31 og ég lappa og ég er alltaf að fylgja svo sé ég A18-31 og ég sé svona sem beigir ekki til vinstri en ekki áfram og svona einhver skáör og ég eitthvað svona að lappa á ská og byrja bara að elda einhvern gæja með kaffi og skjálatösku, ég veit ekki út af hverju ég var að stóla hann, sko. Hann, þú veist, hann lúkkaði ekki eins og í íslenskur, sko. Hann var ekki að fara í svömmu vel, sko. Og ég bara, ok, lappaði með honum svo fer ég í gegnum svona hurð og svo sé ég bara, líti upp leið og hurðir lokaðist, þá var þetta baggage droppið. Þannig ég er komin út af flugvöllunum. Ég er komin út af flugvöllunum og ég panika, kjössanlega bara, ég hugsa bara, shit, sný mig við og honum bregður þá, hann er samt alveg svona 3 metra frá mig, sko, honum bregður svo mikið að hann sölla kaffinu sinu.
að ég þurfti að hjálpa honum aðeins fyrst og bara sorry og bara ég var að skýta eins og bara hvað að gerast og svo reyni ég að fara inn svo ég fór í tilbaka þá fraus hliðið og hurðin og ég læstist inn á milli þú veist að hurð og ég var bara inn í hólfinu með Hannes framleiðanda á línunni ég sagði bara ég er læstur inn í hólfi bara og velin það var allir að bíða til mig þá sko. En ákveður kemur þetta bara fyrir þig engan annan í krúinu en byrju það sem ég geri þar notaði ég my physical strength ég setti síman upp í öxlina og höguna og spennti upp hurð sem var mjög stíf sko og ég komst þar út allavega sem var must í sögunni að því að síðan fer ég á Beggitsi og ég fer beint í starfsmann og bara ég held einhvern veginn herru ég er að missa vélni og það væri bara ok follow me sir við bara hendu þér inn það var ekki tannig starfsmann var bara ok hvað ég gerir því það bara að fara í securityð og ég bara shit og ég bara hlaupa sveittur og hann sagði bara að vera að finna töskuna þarna og taka hún út úr vélinni og eitthvað svona dót sko og svo hleypi og ég þurfti að fara aftur í gegnum allt securityð og það var röð, þú veist, þetta í Þýskalandi, Berlín, þetta risa flugvöllur og þetta gegnum security tvis og ég var orðin, ég hef aldrei heyrt svona þá var ég farin að leka og ég var með póka sem ég var að kaupa í fríumni þannig að ég þurfti að skanna þetta og ég fór undir alla röðuna og ég bara fór að fremsta og ég sagði bara please þetta byrjar allt þegar er last call já og ég sagði bara please má ég fara fremstur ég er að missa vélinu og hann bara var nettugur sem leiði mér og ég tek allt upp úr og svo fer þetta allt út og ég keypti bakpoka handa dóttur minni svona einhver pónipoka og þeir eru bara heil lengi að skoða hann og ég er bara guys, ég verð að fara þú veist, og hann lekur að mér það getur verið tróðfullar og ég og þessi pónipoka og svo endar þeir eru bara, það er eitthvað í þessu bakpoka ég bara, nei, ég var að kaupa hann maður það er ekkert vafastend í honum þá var eitthvað sjampó í honum sem ég vissi ekki að veri fylgdi með sko og ég bara hendi þessu sjampó ég skiptir ekki máli, hleyp og þá er ennþá tími eftir fatturu og ég bara sprett svo tekið upp síman og þó heyr aftur í flammandinu og þá er hann að segja að starfsfólk á Play sem ég skulda helvíti mikið þetta var sko áhöfnin á Play í gær þarf að fá alvöru launahækkun sko og ég hljópa það þau býða, tók á móti mér sögðu basically þetta væri ekkert vesen sko og segir að vélina við klappað og komst inn það voru einhverju nokkur ég vil á alla vélina sjá þessi Steinþór og ég sagði, ég var í sæti 20 eitthvað ég sagði sorry við alla á leiðin í sætið ég hefði sagt við flugstjóran herru, let's go förum bara, skiljum hann eftir látum hann læra he needs to learn en ég er ekki viss að hann myndi learn það var að missa vélum daginn, bæði út og heim sem er ótrúð þegar við lendum líka, þegar við löpum mynda rampin heima þá náði ég eye-kontakti á flugstjóran og tók svona sorry en svo ég fari ég er til í vídeo fúrits að þeir hlaupa þetta er ógeðslega óþægilegt sko en þið fegst í alvörinni skilabóð svara og hvað var fólk að segja? bara spurði hann út í þannig að leta heila vél býða eftir sér það er eitt Steinþór hróar til ég mæti kannski eitthvað barnamæli bara hjá þessu fólki og skemmti en við erum að fara í risa þátt í dag hann er náttúrulega að byrja sko, það er ekkert hægt að fá mikið stærri kanónur heldur en á leiðinni til okkar í dag drengir við erum að fara að fá Katrínu Jakobsdóttir og Jón Gnarr þú kom ekki á sama tíma kom á sikkurum tíma á eftir og það verður ekkert mikið tíma presidential elections við erum byrjað að taka móti frambjóðandum við ætlum að taka svona móti helstu frambjóðandum næstu 2-3 þætti og fínt að þetta sé ekki 6 þættir að taka bara 2 og þetta, ég hlakka til að hitta þetta er mikilvægt fyrir þau þegar öll þjóðin er að hlusta og þetta er döðafæri og svo eru fleiri frambjóðandur staðfestir eða ekki það er bara fullt af, það munur fleiri koma til það munur fleiri koma til okkar, alveg staðfest basically bara hafið samband við okkur Steinun og Lína okkar besta við erum með spurningkeppni Gilsarans þú komst ekki inn að síðasta besta nei, málega King of Spring seasonal keppni hörðu ég var líka að hugsaði í vikunni eins gott ég var ekki með það dag það var alltaf snjóaði í vikunni reyndar áðan líka núna held ég að það sé búið og nú er góð tími fyrir King of Spring King of Spring er hérna eftir við erum með sturlaða staðarendir sem hafa ekki verið ég veit ekki hvað ég er búin að hinkra lengi með þær og fleira ég ætla að henda ykkur í hvort myndur frekar og annað en það er þéttu þáttur framundan og ég er að spá í að bara henda í okkar bestu hérna við vorum með mamma þarf að jamma síðust helgi djöfull gaman það var alveg stemming þar það var ógeðslega gaman hér er hún Jóna Guðrún með hetjuna
sér engan lendingu, hún Jóhanna Guðrún fyrir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og já, drengi, það er komið að slúðri hjá okkur. Herbítu, er ekki koma tíma á Íslands slúður? Jú, ég meina það er nóg comeback og... Já, það er nóg til, það er bara allt út í inboxið að fyllast og... Já, mjög ánægð með það comeback, svo er ekki búið að vera núna í 3 vikur eða? Nei, ég skal bara hafa það næst. Já. Jú. Herðu, er þið tilbúinir, drengir? Já. Fyrsti slúðurpakki dagsins, ég var það peppað þegar ég sá þetta, ég sendi þetta strax á grúppun okkar. Það verið að tala að Leonardo DiCaprio sé verið að leika Frank Sinatra í svona bíómynd ævi hans eins og bara Walk the Line og Freddie Mercury myndin hérna og allt þetta og Martin Scorsese á leikstýrinni, er þetta ekki eitthvað svona það er eiginlega ákveðið svona það er formúla sem líklega klikkar ekki myndi ég segja. Já, og Jennifer Lawrence orðuð við Ava Gardner hlutverki, þetta er eitthvað svona alveg kasta það. Já, þegar maður les það, ég er svona djöfull var ég til að sjá þetta maður og ég peppast allir við þetta og fjölskylda dóttir Frank Sinatra og barnabörn eru til í þetta, þannig að það er í rauninu þau þurft að fá góð frá þeim, þannig að ég held að sé bara ekkert víti fyrir Sanga þess eru hlutabrifin á Leo ekki búin að lækka netti þegar sögðu það að það var að lækka út, það var með ungum supermódulum og var viltu bara að smáta eitthvað niður Sanga þessu verður bara að vera held í það var Steindi sem sagði Já, mér finnst það sko en með þetta sæning og verðist að hann er náttúrulega Martin Scorsese verðist ekki að vera spá mikið í Nei, þetta er bara Hollywood-stjarna þú veist, hann leikur í fullt af myndum í framtíðin líka sko en þeir eru ekki það ólíkir sko Nei, það er nefnilega málið, ég held að hann væri geggjaður sem ég er að skoða þetta yfirbúða besta mynd sem ég séð Elton John myndin, mér finnst hann allt í lægi mér finnst Freddie Mercury hérna, hvað heitir hún aftur Bohemian Rhapsody, mér finnst hún fín en náttúrulega yfirbúða myndin er Walk the Line þar sem að Joaquin Phoenix var að leika Johnny Cash þannig ég var til í að þetta var svona mynd á sama kaliber en það fekk sko Joaquin Phoenix og Reese Witherspoon Oscarinn fyrir Walk the Line sko. Þetta stefnir í veslu hana. Já, þetta er allavega Jennifer Lawrence ein af uppáhalds og DiCaprio líka og Martin Scorsese að leikstir þetta ætti ekki að geta klikka þannig að þetta er eitthvað sem ég er allavega peppað fyrir. Næstu slúðupakki er af bífi sem það er búið að standa í Celebrity beef? Já, síðan 2016 hefur þetta bíf fyrir gangi nema núna er þetta að verða hans hættulegra fyrir þína uppáhaldsmannesku Við erum að tala um Taylor Swift og Kim Kardashian Það er búið að vera bíf þarna alveg frá því að þau tók upp símtal þegar þau hringdi í Taylor Swift Kim Kardashian og Kanye West voru með það á speaker að fá leyfi fyrir að segja einhverja línu í lagi og þetta er búið að vera svona fram og tilbaka Þetta er alvöru celebrity beef Já, þetta er nefnilega alvöru celebrity beef og núna er Taylor Swift, hún var að gefa út svona disslag á nýjustu plötu sinni og það sem hún talar að hún í raunin rakka niður Kim Kardashian og fer líka inn á að dóttir hennar var að henda sem sagt í eitthvað TikTok dóttir hennar og Kanye West Northwest er orðin TikTok stjarna sem ég veit ekki hvað hún er gömul en hún er allavega orðin mjög stór á TikTok og dóttir Kim Kardashian og Kanye West ég datt út sko nema hún hendin daginn á TikTok myndband af sér að dansa við lagið Shake It Off Shake It Off sem er lag með Taylor Swift og Taylor Swift segir og þú veist Kim að þetta lag var samið að ég var actually að shake it off hvað þú værir mikill fáti þannig að þetta er svona það er alvöru bíf og það saga hann bara með shake it off Já Það lag vist samið Kim Kardashian Þetta er mjög erfitt fyrir mig, ég er mjög harður Kardashian maður og líka Taylor Swift ég er byrjandi vesið það persónulega merkilegt að liðin enn að standa í þessu sko En þetta var celebrity beef Það sem er hættulegt fyrir Kim Kardashian núna og ég er búin að lesa þetta á nokkrum svona slúðusíðum endalusar síður hann úti að Taylor Swift er svo risastór að það er svo vont fyrir Kim Kardashian og öll hennar brönd ef hún fær the Swifties á móti sér þess vegna er Kim Kardashian núna sveitt að reyna svona við erum bara vinir, dóttir mín er að henda í lag með þér og við bara fíluði í tætlu hún er svona að reyna að make it up vitandi að þetta geti haft alvör áhrif á Þetta er celebrity beef þetta byrjaði 2016 celebrity beef og það er næstu komin 10 years af þetta er langt
gott bíf. Alvöru bíf. Já Það er sko. Já, og svo Það er escalate sko. Svo í síðasti slúðumólin, hann er ómerkilegur en Will Smith kom óvænt á sviðinu á Coachella. Ég meina, Rúrik setti það á Instagram. Já, hann er creator. Tók Men in Black lagið. Ég einhvern veginn Men in Black lagið? Já, rosalegt lag. Men in Black Galaxy Þú hlýtur að heyrt það lag, Þetta var stærsta lag bara. Sko, þetta Segðu mér að það heirt Men in Black Manstu ekki eftir Here comes the Men in Black. Ég man eftir að sé myndið Það er ekki með headphone. Ég man eftir að hafa séð Men in Black myndið það marga oft. Þannig að Will Smith eftir að hann hendi góða löðrung, hann er aðeins fann að mæta aftur. Já, í stemningu. En samt, ég held að sko, hann á aldrei eftir að geta hristið af sér. Fyrsta sem ég hugsaði bara svona, já, ok maður hugsaði alltaf þetta dæmi. Þannig að löðrung hann á Óskar. Já, sko Ég held að hann getur Þú hlýtur að heyrt þetta lag. Já. Og þú veistu hvað lag þetta er? Já, þetta var ekki vinsalasta lag bara í heimi, sko. Á þeim tíma. Þetta lag? Já. Í heimi, ég man eftir að sé þetta á MTV, sko, bara. Þetta var vinsalasta lag í heim á sín tíma. Það er rosalegt. Með þeim orðum það er með 14 miljónir views samt á hérna auglýsingar sem við skuldum löngu síðan. Steytist í Kötu Jak og Jón Gnarr. Þeir eru fyrsta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, hér eru þrír í gír, það getur engir. Heldur betur. Alveg saman með að heyra þetta lag oft. Það er alltaf jafn gott. Dr. Query. Þetta er besta poplag sem hefur komið á Íslandi Ég segi bara in the history of all time, held ég að segja. Sveið með þá. Gefum Pretty Boy það. En ég er að spara að henda ykkur drengir í hvort myndur frekar sem ég hef ekki gert í langan tíma. Og ég ætla líka að henda bæði Kötu Jak og Jóni Gnarr í hvort myndur frekar á eftir. Þetta er Rikka G-style, þetta er HK, eða þetta er bara venjulegt eða? Nei, þetta er ekki hardcore. Okay. En vonandi þessi gott samt. Eru þið tilbúinir? Ok, fyrsta spurning. Ég fekk þess að senda og ég er ánægð með það. Hvort myndir frekar aldrei aftur nota raftæki eða börnin ykkar mættu aldrei aftur nota raftæki? Raftæki, þú ert að tala um bara sjónvarp og síma og bara ristavél, sko. Þetta er bara spurning sem er, þetta er ekkert hægt blöð 2024. Þú verður það. Lífið er raftæki. Þú þyrftir eiginlega að fylla bara í helli. Þú mátt ekki einu svona nota eldavél. Þú getur meikað það, þú skrifar á blöð, þú veist, þú ert bara ég nota síma minni slapp. En þarftu þá að vera bara út í garði að steikja, þú veist, svín á teini eða? Þú veist bara Nei, opnin er ekki raftæki, sko. Jú, ekki, hann gengur fyrir rafmagn. Gengur hann ekki fyrir rafmagn? Hann flokkast ekki sem raftæki. En er hann ekki technically í sambandið? Opnin? Ég er ekki smiðuð, sko. Nei, hefur einhvern veginn tekið opnin úr sambandi? Sko, nú Ég held að sé bara að tala um það sem þú ert að stinga í samband til að hlaða á hana. Ég ætla að vann í IKEA og vinn á FM 957 núna. Ég ekki hugmið hvort að opni sig í sambandi. Ég myndi halda að opnværi raftæki, en sko Já, ég er ekki að tala um það. Þið veitum hvað ég er að tala um. bara ef það þarft innstungu. Ef þú ert að hlaða með innstungu. Já, þá ertu basically bara að tala um síma. Nei, og tölvur og Já, tölvur. Já, Ég menn allt sem þetta hlaða, já þá bara, þú getur bara dref mig. Þetta er svolítið þannig, sko. nei. En lífið mitt er búið. Þú getur bara Vinna mín er e-mail. Nei, þú getur banna bönnunum að nota raftæki forever. Já, krakkinn er háður Roblox og ég er investor þar, sko. Ég vil hún sé þar inni, sko. Nei, sko, ég veit ekki alveg þetta ég er í álveru vesinu. Ok, en þetta er samt ef við pælum minna í því að þú missir öll raftæki, þetta er samt svona basically, mundur ekki frekar leyfa börnunum að njóta þess frekar en Já, við hefum minna eftir og þau eru að alast upp á tækniöld og þú veist, fyrstu þið ekki að kúpla ykkur út eða þau eru bara reynskil? Jú, ég meina, ég fekk ekki fyrsta raftæki mitt, þú veist, fyrsti gemsin minn, ég fekk hann í 9. bekk eða 10. bekk. Okkur finnst þið það eins og setja ykkur hetja fyrir það? Ég er ekki hetja. Nei, ég er ekki hetja fyrir það. Ég þekki líf ánans. Já. En krakkar í dag þekki ekki líf án raftækja. Það er samt, sko. Þú veist, þú ólst upplöðu vantarlega bara að spila við ömmuðina, skilur. Já, bara eins og Já, þú veist, reynda að gera krakkarnir mínu það líka. Já, ég ætla bara að segja Já, þú veist, ég er myndi, skilur, það bara, þú veist, þetta var bara kert og spil, skilur. Nei, þetta voru ekki kert og spil. Nei, ekki alveg. Drepleðilegu tími, sko. Bara niðurlæðinga tímabil, bara í mannkísjöfunni, sko. Paldið að fólk fara að hæja sér. Fólk, þessi tíma ást að hæja þér. Þú kannst ekki verið í símanum á sama tíma. Þú kannst að horfa á gólfið. Það er híkalegt, sko. Nei, það er æskuminningi á mér. Það var alltaf dagblaðin á klósti. Pappi var að lesa þegar hann fór inn, sko.
Tiny blöð bara með morgunblæði með að hæga þér. Ekki ég, nei, pappi. En horfður þú á gólfið bara? Ég? Já, og ég gera ennþá í dag, sko. Er það ekki með síman á klostinu? Ekkert alltaf. Hæ? Hvað, herðu? Það var alltaf síðist, sko. Þú ert náttúrulega svo háður síman. Ef ég fer á salernið og ég sé, hörru, ég er ekki með síman, ég nægi hann, sko. Skilu, það er staðan sem er í gangi. En málega, ég er alltaf fyrir mér, sko, bestu mómenti mín erlendis er því ég er á veitingastað og ég get rétt krökkunum the iPad og bara svona fæ ég moment of peace, bara svona, hörðu. En hvað græði ég á því ef ég get ekki tekið upp síman og senda okkur félagana, hvað, ég er að fá mjög, hvað er þig ekki? Hvað, þú veist, þetta er álurur þessum. En ég meina, þú vilt setja iPad-in lifið til að geta heyrti okkur félag. Til þess að geta tikið síman upp, hvað er þig að gera núna? Ég er að fá bara Ég þarf að svara drengir þegar við bara svara hratt. Þetta er bara spurning svo komið. ég held að Ég persónulega myndi börnin mín mættu vera með mig. Ég hugsa raskat á sjálfum mér, ég ekki séns ég gefi síma frá mér, sko. Krakkarnir bara með Andersson-blaðana, sko. Ég held að í alveg að það væri rosa gott bara að losna við það, sko. Rattækin. Þú líka, hleður aldrei símaðan og gleymir og maður skiptir þig engum máli. Nei, ég held að þið hafi gott að líka. Næsta spurning, þetta er aðal Egill. Hann er með mesta skjáfíkt sem ég þekki að fullorðnu manni, sko. Ég viðurkenna það. Já, það er sem er gott. Ég er ekki afneitun. Nei, það er gott að viðurkenna vandamál. Takk. Næsta spurning, Steindi og Egill. Ég spyr ykkur þið vitið hvað ég er að tala um. Ég spyr þið bara, Steindi, og þetta er sama spurning á þig. Hvort myndur þú fyrir ekki að vilja, Steindi, að krakki þinn myndi fótbrotna eða bæði börninans Egils myndi fótbrotna? Í. Og sama spurning á Egil. Þetta er ríkalegt. Þetta er, sko, ég ætla ekki að svara þessu. Vitlis að þetta. Nei, sko, eina góða er að það er regla, menn verða að svara. Þessi er að koma frá Rachel. Nei, þessi kom frá mér. But they heal fast, sko. Babies. Þau jafna sig fljótt, sko. En þú minna að þú fótbrotnar samt, sko, þú veist, hvað er Aron og Matt og 3 og mín að vera 4, þannig að þú veist, þú gæti samt líka bara, fóturinn gæti aldrei orðið eins. Ég er að tala um það að hann verður alltaf eins og bara alveg eins. Ég fótbrotna sem krakki 2 og það er allt í lagi með lappirnar á mér, sko. En það er minna vesen á þeim alltaf, þau eru fótbrotna, þau eru bara í sófa. Nei, þá fyrst færðu. Já. Það sem að móðum ég lendi í var þegar ég var fótbrotin 5 ára. Ég handlegsbrotnaði. Hvernig fóðu tæniluðu blöð að því að fótbrotnaði 5 ára? Snjóþótti. Snjóþótt? Lett á stein. Ó, Söðurkrók? Selfossi. Ég var Selfossi þegar ég var 5 ára. Ég fekk gata á hausinn alveg eins. Herru, en ég handlegsbrotnaði. En þið verða að svara spurningunni? Já, en höndina mér er ekki svo sama, sko. Það er kjaft. Nei, í alvegni. Ég get ekki láta Steinda, ég tek bara börnin mín og tek þann skell. Myndur þú svara eins ef enginn myndi heyra það? Ok, svaraðar, hafið alveg hljóð. Hlustið á hendina mér. Hafið alveg hljóð. Hvað er það? Hvað? Við getum að lækka þarna. Hristaður úlið? Er þetta ekki bara út að... Ég braka í... Úrleginum, hann óks vittlust saman. Ég var gifsaði vittlust. Ég var fyrst gifsaði vittlust. Svo þurfti að fara viku setna því ég fekk miklu verki í þetta og brotin upp, sko. Það verður allir gifsaði lengur upp, sko. Og þurfti að vera með miklu lengur. En ekki alltaf lægi með úrlegin núna? Ég hef þetta gæst í dag. Ég hef orðið milljónamar eitthvað, sko. Ég hef farið í mál. Já, þú er heyrt í orti. Ég hef kæst heilsugæslu, þú veist, Akranes. Þetta var eitthvað skaga, held ég minni. Ég man ekki hvað er. Spurningin er hræðileg. Því að sama hvað velur, þá ætti að velja badd fótbrotni. Mér finnst þetta skemmtileg spurning. Þetta er ekki hægt að velja þetta. Hugsaum þetta bara fyrir farðið næstu. Nei, ég þekki ykkur báða það vel að ef enginn myndi frétta því myndi velja hitt. Ég vil hitt. Já, það er þannig. Já, en á móti þetta ef það kæmi ykkur genie að Steinda og myndi segja bara, herðu, það myndi enginn frétta þetta. Annarkar eða báðir hjá Agli, hvort vilur þú? Fréttir þetta enginn? Báðir hjá Agli, það er mikið vesinn á mínu heimili. En hefur ekki séð myndina The Box? Mást þetta henni? Já, hún geggjur. Með Cameron Diaz. Já. Þá kastu bara ítt og takka. Einhver í heiminum deyr, einhver sem þú þekkir ekki, og þú fær bara, man ekki, $1,000,000 eða eitthvað. Hefur ítt á þann takka, kallið minn? Nei, það hef ég ekki gert. Nú, kaldu mig það fótbrot. Já, finnst þér ekki smá munur á einhver krakki fótbrotnir og drepa einhver? Já, það er þetta smá munur. Þá er að síðasta spurningin, drengir, hvort myndur þú frekar aldrei geta hoppað aftur eða aldrei geta kastað neinu aftur? Aldrei geta hoppað. Okkur? Af
Því að ég hopp ekki. Ég hef aldrei séð þið hoppa. Nei, ég hef aldrei séð Steindar Junior hoppa. Það er astanlegt að hoppa. En þú ert að, með krökkunum, þú ert að hoppa yfir til dæmis bara eitthvað læk eða eitthvað, þú ert að leika með stelpunum. Af hverju ætti ég að vera að hoppa yfir eitthvað læk? Hann er flugsyndin. Ég kann að synda í læk, það er þetta að hoppa ég hoppaði held ég síðast bara sem úlingur sko. Er það að hoppa eitthvað? Hvernig hoppið? Ég er hættur að hoppa. Hættur að hoppa? Ég hoppa ekki í dag. Að hoppa? Ég hoppaði síðast í Wipeout því ég skeindist að reyðan á sópskeppninni hana. Það síðast ekki að hoppaði. Hvað ertu mikið að kasta hlutum? Sko ég er ekki svona vissum að ég bara geti hoppað. Já, þú veist, ég get hoppað. Þú getur ekki hoppað við Kópavogspóstinn. Ég er ekki að vera leiðilegur. Hvað er það? Hoppaði þáttu og getur. Jú, ég get náttúrulega hoppað. Ok, ekki geta, ég er staðinu. Fara að setna í hotni, maður sjá þig. Orðum að þannig, þú ert ekki að fara að tróða. Ég er að hoppa. Já, ok, hoppaði þáttu og getur. Það er bara, þú veist, hörðu, hann tóknaði næstu því. Þetta var slakaður og bara reyndar viðkennum ég varst vond að lenda. Já, þetta var svo hátt. Já, bara, þú veist. Það var ekki frá að tókna henni í beinni. Ok, fyrst þú að rakka niður hopp. Er þið mikið að kasta hlutum? Nei, en þú veist, þú mátt ekki miskilja með. Þú ert í körfubolta, það þarfst að hoppa. Það er ekki aðsnarlegt. Ég meira að tala um að þú ert að labba í skeifinu og ert bara hoppand út allt þar og eitthvað. Þú veist, ég hef ekki séð það ekki, sko. En ég segi mér komin í Króksvaramök sem er mjög gaman. Bestu mökkin. Já, þú veist, þeir Króksvar elskar körfubolta og boccia. Þá þarf ekki að geta kastað. En þið er ekki með neitt aktivity sem það geta hoppað í. Nei, það er góð punktur. Ég hef aldrei séð Króksvarana hoppa. Ég hef aldrei séð Kös hoppa. Já, ég sé Blue og Manswears hoppa og þeir eru ákveðir körfubolta. En þið vitið, ef þið með ekki hoppa, þá með ekki heldur valhoppa. Hver gerir það? Hver er valhoppandi? Ég reynda að sé, þú undar að finna í því. Er það ekki bara eitthvað sem gerist í teiknum þetta með það? Ég veit það ekki. Þannig þið takir báðir að kasta. Já, þú ert alltaf, ég er alltaf að kasta. Ég er alltaf að kasta. Nei, þú ert ekki að kasta. Jú, kasta. Kasta snjóbolta í snjóbolta við krakkana. Ég kasta fjastringuna ofta á milli. Bara hann réttu við fjastringuna. Ég skuttlinni svona einhvert. En ef er eitthvað að kasta snjóbolti, þið þarf ekki að hoppa frá. Nei, beigir mig bara. Já, hörðu, celebrity input núna frá Man of Many Colbs sem er reyndar að hlusta. Þið eru alltaf að hoppa á sviði assholes. Það er takk Kolb. Það er alltaf hoppandi það. Á þjóðatíð eru þið hoppandi alla tíman. Góður punktur. En þá eru þið að labba sko. Já, það er bara 3, 2, 1 hoppa. Ég hérna komið að því. Það er aldrei toppa. Þökkum kófaðu fyrir hann að móla. Þetta er smá vesenind. Þetta var að pakka þessu. Þetta var mjög gæt mér. Þannig að þú gætir ekki að hoppa þegar þú segir hoppa. Nei, og hvað var þetta að kasta? Þú ert ekki að kasta hann inn á sviði? Mér er alveg sama hvað ég vel af þessu. Ég gerir lítið að báði. Þetta er bæði reyðar hjá Junior. Þú líka átt bara að vera í pottinum fullur. Nei, ég er alls ekki. Ekki hoppandi að kasta hann inn. Það hittist ég í Kötu Jaki. Þetta er komin í hús, þannig ég ætla að reyna að búið smá tíma fyrir okkur og fara í auglýsingar og svo tökum við að móti fyrir forsætisráðherra Íslands og kannski verandi forseta. Það held ég, kæru hlustendur, fyrir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og við erum komið með rándýran gestinga í stúdíu og ég held að verði ekkit mikið dýra fyrir forsætisráðherra, kannski verandi forseti eins og ég sagði þann, Katrín Jakobsdóttir, verður velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, er þetta ekki fyrsta skipti sem þú kemur? Jú, þetta er nýja lífið. Já, ég hef nú komið á FM 957 en aldrei þennan þátt og ekki mjög lengi og langt síðan ég hef verið svona beðin að koma á svona stöð. Það er langt best að vera hér sko. Fyrsta spurning er alltaf, hvernig ertu? Ég er bara góð. Létt. Já, létt á því. Já. Er þetta, er gaman að vera í forsetaframboði? Ég er auðvitað að gera þetta í fyrsta sinn, sko. En já, það er gaman, sko. En ég er náttúrulega bara að gera þetta mjög svona gammaldags. Bara að laða stað út á land og keyri af stað og held fundi og drekk kaffi og borða kleinur og tala við fólk og mér finnst það gaman. Já. Ég hef oft hugsað eins og bara með, þú ert búin að vera í pólitík í mörg ár. Bara hvernig nennir fólk þessu? Hvernig nennir að, það er aldrei neitt sáttur, það er alltaf tuð, það er alltaf verið að rakka þig niður, alveg sama hvaða flokki. Mæta á mótnan og rífast. Þú veist, svo leiðilegt. Það er samt svolítið öðruvísi að fara og halda fundi þegar maður er í forsetaframboði, því þá er fólk mætt bara til að tala um aðra hluti, sko. Þannig að það er svolítið öðruvísi. En ég meina, er ekki bara öll störf leiðileg stundum og skemmtileg stundum, er það ekki bara þannig? Við rífust nú líka stundum strákar sko. Já, einhvern veginn bara svona Steindi get aldrei fyrir í pólitík, hún er samt hvað fólk segir sig sko.
Þannig að hann gæti ekki Erst þú að lesa bara kommentakjörið? Nei, veistu hvað, ég var þannig. Þú varst þannig, já. Þá var ég sko, ég man eftir eins og bara þegar maður var að byrja þú veist, það var bara fyrir mörgum árum. Þá las ég bara YouTube komment og bara, mér langar bara að hitta hennar mann og segja hann að ég sé fýtt gaur. Þú veist, þetta var þannig sko. Ég er fyndinn og eitthvað, hann bara skilur ekki brandarann en ekki í dag, sko. Ég er svona minna pæli í þessu, en það er svona það sem ég gæti ekki gert og er að því að alltaf þegar við erum að tala um eitthvað eins og þingin og svona og þú ert að berjast fyrir ykkur í alveg mörg ár og svo kannski færðu það í gegn og samt eru mörg ár í það ég þarf bara gera eitthvað í dag og ég þarf bara að sjá það tilbúið á morgun og svo ger ég bara eitthvað annað. En mér er góð spurning, þú spurður hann, ert að lesa um þig, hefur þú lesið um sjálfa þig á netinu? Já, ég hef alveg gert það sko en ég líka, þú veist ég er náttúrulega, fer mjög sparlega með það að lesa, en sko það hafa alveg komið svona augnablik, sérstaklega svona á fyrri árum, það sem maður las um sig á netinu og þess að ég bara þór ekki út sko, ég þór ekki bara út, ég bara, þú veist, það bara líkar greinilega öllu mjög illa við mig, svo fer maður út og það er allir bara mjög, sko, ágættir og líkar öllum ágætlega við mannskili og þá áttar maður sig á því að þetta er svona aðeins annar heimur sko. Á samskiptamiðlu versus út í bónus. Já, það er bara eitthvað allt annað sko. Þannig að ef maður bara heldur sínu striki, er ekki of mikið að pæla í þessu og heldur sér svolítið í raunheimum, þá er það held ég ágætt sko. En aðdragandinn, hversu langur er það núna bara, þú veist, nú ertu bara running, er það bara að spá í þessu lengi eða er það bara... Nei. Hvað er langt fyrir þú tókst ákvörðun að út hreinskilin? Algjörlega hreinskilin tók ég endalega ákvörðun á annan í páskum. Er það? Já. Og það er bara þannig að ég sagði samt, sko, ég ætla að hugsa þetta um páskana, ég ætla bara að hugsa þetta í alvöru og svo var ég algjörlega svona bara, ég gerði ekkert annað um páskana en að hugsa hvort þetta væri góð hugmynd. Fórstu fram og tilbaka? Já, þetta er stór ákvörðun og ég þurfti að ræða þetta við manni minn, ég þurfti að ræða þetta við strákana mína, hvort að fólk væri til í þetta. Stærsta ákvörðun sennilega fyrir þig. Já, þetta er líka stór ákvörðun að fara úr pólitík. Ég var reynda búin að ákveða fyrir að ég myndi ekki fara aftur í þingframboð. Ég var búin að ákveða það fyrr. Og ætlar það bara að fara að gera eitthvað allt annað? Ég var bara ekkert búin að hugsa það. Ég var bara búin að ákveða að ég ætlaði ekki að halda áfram næst sko. Þannig að og svo auðvitað hefur það áhrif á mann, fólk hefur samband og segir væri þetta nú ekki góð hugmynd og maður hugsar það í alvöru. En það eiginlega bara var þannig á annan í páskum hugsaði ok, þetta er bara ákveðið. En varstu hrædd um baklasið sem myndi koma? Nei, ég vissi það ekki að mig. Já. Þannig að þú varst búin að hugsa bara Já, ég var búin að hugsa að þetta verður umdeilt og það er bara allt í lagi. En ef þú vinnur og ferð á bestastæði, eru strákarnir þá bara einir heima með íbúðuna og hérna Þeir sjá tækifæri, þeir sjá sóknarfæri í þessu. Já. En það er alveg, sko, nágrannarnir eru alveg búnir að tilkynna okkur að það verði ekkert liðið, ekkert rugl sko. Það er allt lægt. Við erum ekki öll fjölskyldan á bestastæði þú myndir vinna. Jú, við höfum bara áfram fjölskylda sko. Og verður maður að búa á bestastöðum? Nei, það er nú ekkert sem segir það sko. Ég held að Vigdís hafi ekki sko búið þar allan tíman að minnsta kosti. Þú veist, ég er nefnilega alltaf að spyrja þig mitt sko, þú veist, nennur að flytja? Þú veist, að því að nú býr maður bara einhver staðar. Svo ef ég væri núna bara, hérna, ég myndi ekki nenn að flytja. Ég bara ætlar aldrei aftur að flytja? Jú, einhver tíma. Já, setna bara. Núna er ég bara upp í Mós og ég myndi ekki nenn að flytja bara núna í júní. Nei, það er nú Hverja mála og spæli öllu Já, bara Ég veistu, þetta er eitthvað sem maður geymir bara. Það verður fyrst að halda kosningar. Svo hugsa maður Hvað er leiðilegt að flytja? Það er ömulegt að flytja. Síðast þegar ég flytti ætlaði ég aldrei eftir að flytja. Og þá var ég, þú veist, þurftum að flytja, vorum ekki með nýja íbúð, vorum í svona millibili eins og maður lendir í. Öll búslóðun okkar í einhverju geymslu, fluttum alla vitleysu kassana í millibili. Þá sagði ég flytt aldrei aftur. Þá flutti ég sem sagt óvart í staðin fyrir að setja jólaskrautið í geymsluna. Þá fór ég með það í sko millilendinguna og þetta var í júní sko. Þannig að ég var með 10 kassa jólaskrauti en ekkert eldurstól. Því það er farið í geymsluna og þá sagði ég að þetta er búið, aldrei aftur. En tekum maður, ef þú er að fara á bestastæði núna, kannski þurr ekkert spáð í þessu, ég fór alltaf að hugsa þetta þegar við erum að ræða þetta, að tekum maður eitthvað af sínu eigin dóti, eru sófasett og rúmmatna sem eru bara sem þú ert að fara í og vera með eða mástu betur þetta sjálfur? Nei, þú býrð ekki á bestastöðunum, þú býrð í húsinu við hliðina. Það er hús við hliðina. Ég hef ekki hugmyndað það. Jú, það er hús við hliðina. Já, það er íbúðarhús. Ég veit í sjálfu sér ekkert samt hvort það er eitthvað þar inni sem er bara þar eða ég veit það bara ekki alveg, ég held ekki sko. Ég hef sagt reitt að það er leyni skuffa á bestastöðum sko. Hvar? Og ég hef séð hana sko.
Og hvar er hún? Guðni sýndi mér hana Og það var Í hvaða húsi? Á besta stöð Sjálfu húsinu sko. Og það er bara, þú veist, ég man ekki, hann var eitthvað ítt á okkar. Þetta var ekki alveg bara svona bók sem hún tekur fram í svo í bíómyndunum. Það var meira svona eitthvað svona trikk í ykkur skrippborðið og kom svona hólf. Og hvað var honni? Það var alveg ekki neitt sko. Ég sagði ekki að vera. Það er ekkert ekki að gefa það geggja dæmi hana. Hvað er það að gera? Bara eitthvað svona gullpenning eða eitthvað svona skilabóð fyrir einhvern sem finnur þetta. Ég henda á Instagram í gær þar sem ég var að spyrja, ég byrja fólk að senda spurningar sem ég vildi vita þig og svona algengasta spurningin var ef þú vinnur ekki núna verður ekki fórseti, hvað ætlar að fara að gera? Sko ég held að ég hverfi þá bara aftur í mína rætur sem eru íslenskar bókmenntir og íslensk tunga. Ég held ég fari bara aftur í það, kannski fer ég að skrifa, kannski fer ég að kenna eitthvað að fást við svona mína rætur aftur. Þannig að þú bara pólitík búin fyrir þér. Já, það er bara þannig. Þessi ákvörðin er bara tekin. Eins og núna í þessari baráttu, nú er þú favorite eins og við sangat, þú veist, bet síðan. Já, það er einhver veðmál að síða. Ég hitti ungar mann sem er búin að veðja á mig. Já. Mér fannst það smá ábyrgðar hluti, sko. Já. Það er svolítið staðan, þú veist alltaf betta á þig og líka þú ert að skora, svo staðan er núna, ertu líklegust. Þannig að ertu að fara að verja þessa fórustu, ertu að fara í sóknarleik og líka þú veist eins og Jón Gunnar sagði að frambúð þetta verið steikt og absúrt, þú veist, ertu að fara í, verður þetta hostile presidential elections eða verður ætlar að vera bara létt og ljúf og kátt, hvernig ætlar að spila þetta? Ég ætla bara að halda mig við mitt plan sko, ég segi bara, ég fagna bara öllum mínum meðframbjóðundum og ég held við séum öll í þessu okkar forsendum og ég er í þessu mínum forsendum og ég veit alveg að ég er umdeild að því ég hef verið í stjórnmálum. En ég veit líka að allir frambjóðundunir hafa alls konar skoðanir. Það er bara hlutað að vera lifandi manneski að hafa skoðanir og ég held að ég treysti mér alveg til þess að ef þjóðin treysti mér fyrir þessu að geta lagt mat á hlutin ekki bara út frá mínum skoðanum heldur út frá því að hlusta á þjóðina. En ég ætla bara að horfa á þetta daldið svona út frá því sem ég hef að segja og svo bara segja aðri sitt og það er bara frábært sko. En heldur þetta verði fyrir því leiðindi þegar nær dregur, heldur það? Mér finnst það góð spurning. Ég veit það ekki, en ég ætla bara að halda mig við mitt plan. Sko það væri gaman fyrir okkur þetta verði leiðindi. Fyrir fólkið, ef þetta væri fólk verið að töða mikið og verið riðvildi, það væri skemmtilegt sko, ekki fyrir kannski fyrir þig og aðra frambjóðundar, fyrir fólk svona lagamannir kannski. En þetta eru sennilega svona mest spennandi forsetakostningar sem hafa verið í langa tíma, eða bara ever held ég. Þær voru nú svakalega spennandi 1980 þegar Vigdís vann, það var mjög mjótt á munum og það var nú spennandi 96 líka sko, þá kaus ég í fyrsta sinn í forsetakostningum. Þannig að ég held nú að þetta er bara svo ólíkt, þetta er nefnilega óbúslega ólíkt stjórnmálum sko. Þetta er allt öðru vísi og fólk er að hugsa allt aðra hluti sko. En ég er eitthvað sem hugsa þessi lítill krakki að þið myndi langa að því að það eru margir sem hugsa þetta en það er ekki margir sem actually geta orðið. Nei, ég ætlaði mér að verða sko læknir en ef það tækist ekki popstjarna þannig að það var mín stefni í lífinu framan af svo bara fórsetan. Ég meina þú ert alltaf velkomin með okkur á svið. Já, er það? Já, ég hef alveg reynt að tróða upp sko. Ég ætla samt ekki að rifja það upp hér. En ég er að spá einu líka, þú veist, með forseta, þú veist þetta er orðið eitthvað svo, má maður bara fara og hitta vinkonu sínar og detti í það og smættir maður taka bara að drekka bjór í trekt og ég er ekki að segja þú veist að þið séu alltaf því alltaf ég hef ekki mikið verið að þið hinga til sko en af hverju eftir að drekka hann í trekt? Nei, ég er að segja, mættir bara að fara nýr í bæ og bara á djammið, skilur við, eða er þetta alltaf eitthvað áttu ekki bara að vera heima og fórseti, þú veist. Ég meina, Ísland er nú sem betur fyrir þannig land að maður getur bara farið frjálsferðar sinna hvort sem maður er í stjórnmálum eða hvað annað, en ég ætla að viðurkenna það, ég hef ekkert mikið verið á barnum svona undanfarin ár sko með trekt og ég veit ekkert sko hvort að það er starfið eða bara að ég er miðaldra sko sem ræður því. Það væri svona einn helst ástæðan fyrir ég myndi vilja vera fórseti Íslands þegar ég var með driver. Það myndum að kíkja þess eitthvað í 2-3 drikki og alltaf með dræfur. Þú væri sullandi allan daginn. Það er bara staðfest að þið voru með dræfur og svona. Nei, ég er meira að hugsa bara svona, getur maður, þú veist, ég veit maður getur farið í leikhús og bíó og svona. Ég er meira að tala bara svona, getur maður bara farið og missa frelsi. Maður verður náttúrulega að gæta að sóma embættisins, hvað sem maður fer. Maður getur ekkert verið sko, það finnst mér allavega. Ég er auðvitað bara þeirra skoðunar þetta sé mikilvægt embætti fyrir þjóðina og þá þarfst að gæta að sóma þess. En svo er úrslega mannlegt líka að fara bara eitthvað og fá sér kaldan. Já, en ég held að það
sé sjálfur sér allt í lagi en kannski ekki að vera að hoppa upp á borðum og drekka hennan kaldi gegnum trekk. Gerir það bara Bessastöðum, það er bara fólki heims og hvað er það margir fermetrar á Bessastöðum, það er aldrei gott reif, alveg 5-600 reif. Ég meina hvað er þetta stórt Þið með svona alvöru spurningar Ég hef farið á reif en það er rosalega langt síðan það er líklega svona 28 ár síðan ég fór á reif Það er alvöru VIP reif sko. Það er að bestu við fáum mæta spurning sem kom á Instagram sem fannst mjög góð ef þú mættir velja 3 einstaklinga í fyrsta matabóð á Bessastöðum matur og drikkir hvaðan sem eru á heiminum, hverju mættir þú velja? Ég ætlaði nú bara að velja ykkur 3 sko það er bara rosalega gott boð. Já, ég heyri það er mjög gott sko. En já sko, hvað kemur upp í hugan? Það er náttúrulega alltaf gaman að hitta áhugavert fólk sko. Þannig að ég myndi örugglega að velja saman einhverja tónlistamenn íþróttamenn hvaðan æfur heiminum Já, þú mátt velja hvert sem er Já, sko, þú nefndir áðan hvort ég myndi ekki bjóða Jürgen Klopp og ég væri alveg rosalega spennt fyrir því en þá fór ég reyndar að hugsa fleiri íþróttamenn Þú veist, hvort ég ætti að bjóða Jakob Ingebrigtsen hlaupara, ég veit ekki hvort ég fylgist með honum Boring Ok, leðilegt, allt í lagi Þá erum við bara með Klopp, sem sagt Svo ég er með þess að United maður ég myndi ekki bjóða Klopp en þú myndir ekki bjóða honum en hann er miklu meiri stemmingsmaður en ykkar maður sko, fyrir geð já, reyndar, en ég myndi frekar bjóða Klopp en sem hlaupar sem við að tala um já, hann er líka norskur já, en ég var að hugsa norrænu tenginguna sem fórsetin þarf að hugsa ég meina það er ekki bara gaman að bjóða einhverju framúrskarandi fólki og hlýða á þess orð sko hvað ert í tónlist? og svo leiðilegt sko ég er svo leiðilegt þú veist ég er í alvörinu þessi ógeðslega leiðilegi hlutur aðlæta á tónlist sko hvaða lag hlustar síðast á í bílnum sem þú setur á Spotify? Hvaða lag var ég að hlusta á í bílnum hérna? Sko ég hlusta sérst á playlista Mannsesmís það er hann sem bara hefur með þetta allt saman að gera þannig að þú veist, í gær var ég að syngja með Stereo MCs frá 1992 skiluru og síðan kemur bara Taylor Swift og svo kemur eitthvað bara næsta lag skiljið Bríett og GTRN og bara þú veist ég er bara elskað allt sko það er rosalega mikið hlustað á tónlist heima en eina sem ég svona set sérstaklega á eru svona gamlar 80s plötur því það verður engin annar áhuga á þeim heima þá finnst mér pínu gaman Við ætlum að enda þetta á hvort myndur frekar Já Ertu tilbúin? Algjörlega Og fyrsta spurningi hvort myndur frekar Ef þú verður ekki frambóðið sjálf hvort myndur kjósa Baldur eða Jón Gnarr? Sko ég á eftir að hitta þá í svona umræðum þannig að ég ætla að geyma mér að svara þessari spurningu þannig að ég er búin að fylgjast með en ég þekki á báða og veitir hafi báðir marga góða kostir Og hann getur ekki svarað Ekki núna, ég skal koma hérna aftur daginn fyrir kostninga Og við erum nefnilega með reglu í FN95 blöð Þú verður að svara, Steindi hefur ekki viljað svara stundum sko. Nei, það er ég til svara aldrei Ég svara alltaf Nú þá er þetta ekki regla Þeir svara ekki Ég meina að þetta er nú Já. Ok, það er næsta Hvort myndur þú frekar, reykja pakka á dag þar sem eftir er ræðinar Hefur þú reykt sigarettur? Aldrei Nei, ok, hvort myndur þú frekar, reykja pakka á dag þar sem eftir er ræðinar eða deyja áfengistöð einu sinni í mánuði? Einu sinni í mánuði? Já, sko langamma mín sko, hún byrjaði að reykja 50 og ég er að verða 50 og hún lifði til sko nýræðs Byrjaði hún að reykja 50? Já, og reykti mjög mikið Það er góð tími til að byrja Já, það er góð tími til að byrja En sko hitt þekki ég því ég hef aldrei reykt þannig að ég myndi ekki freka bara að deyja áfengistöð Ég var líka á Bessastöðum, öllum skýt sama Það er ekkert að vakta Ég er náttúrulega alin upp bara á 9. áratunum algjörlega gegn reykingum sko gagt í reyklausa lið, bara uppáhaldsauglýsingi minn sko Þannig en sko þetta gerði samt langama Byrjaði 50 Kosta peninga að reykja Já, Sígarettunni Fínasta spurningin hvort myndur þú frekar fara á flöskuborð með Joe Biden eða Donald Trump? Já, sko Trump drekkur ekki Ég er ekki viss hvort Joe Biden drekkur en ég myndi veðja á hann Þú tekir frekar Joe Biden? Já En hvernig er eins og, ef þú ert forseti Íslands Ertu í Á flöskuborði? Ég held ekki Ertu í samskiptum við alla Ertu meira í samskiptum sem forsætisráðherra eða meira í samskiptum sem forseti við leiðtoga út í heimi? Þau eru aðeins öðru vísi að því forsetin hefur svona öðru hlutverk að gegna en forsætisráðherra hjá okkur og hann er ekki að mæta á þessa pólitísku fundi en hann er að taka þátt á ýmsum öðrum vettvangi
Þannig að það eru heilmikil samskipti hjá báðum embættum. Ertu með síman hjá Biden? Getur þú bara hringt í hann? Ég er ekki með síman hjá Biden, en ég er með síman hjá nokkrum öðrum. Er það? Já, Hver já. frægastur í símaskarnuðinu? Það mátt að byrja að hringi ykkur. Ringi bara í Merkel. Það bara geggja. Ég er með síma hjá nokkrum európskum leiðtogum. Ég get bara sagt ykkur það. Já, það er grjóthart. Ég hugsa að við erum ekki Macron með það. sé langfrægastur samt af þeim. Ertu með Macron? Já, ég er með Macron. Fórseta Fraklands. Og það er kosið hvar Íslandíkar og kjósa núna, hvenar, 1. júni 1. júni. Já, snart í þetta. Það eru samt alveg, er þetta ekki 6 vik? Mér finnst þetta ekki svolítið langt. En mér finnst þetta að vera úrslega stöðt. Ég held einhvern veginn að því að nú Það væri bara á morgun. Nei, sko, nú er fullt af fólki sem náttúrulega þið þurfið ekkit kynningu, þú veist, mörg ykkar. En svo er fullt af liði sem bara þarf að kynna sig. Já. Ég hefði haldið þetta væri alveg bara svona 6 mánaða ferli. Væri ættu bara kostningar í Bara eins og þetta er í Bandaríkjunum. Já, þú veist, þetta er einhvern veginn bara svona, bara kostningar eftir korter. Má ég spyrja þig, má ég setja það á spot hvort myndur þú vilja að Joe Biden eða Donald Trump er þið fórseti í Bandaríkjunum? Hvort heldur þið? Kannski þurfti ekki að spyrja. En já, Kata, bara sannur heiður að fá þig í stúdíóið. Takk fyrir að bjóða mér hingað. Já, bara Kærlega geggja fyrir að þú. koma. Takk. Og ég bara gangi vel. Takk. Við skuldum auglýsingar, svo höldum áfram fyrir að fara í spurningkeppni Gilsarans og Jón Gnarr sem er einmitt í frambúði líka kemur hér á eftir, þannig að ekki fara langt. Það held ég að þeirra að hlusta hér á FM 957 FM 95 blö á FM 957 og já, drengir, er ekki bara, það er gýr í okkur. Jó, það er bara góður andi hérna. Gýr í gýr. Kata var skemmtilega og gaman að hitta hann og spjalla við hann. Já, og Jón á leiðinni. Það Jón eru Gnarr, rétt og mættur. Sko, FNÍ fyrir blöð verður bara svolítið, þetta er bara forseta frambjóðundur eru bara að fara að mæta hérna, hægri vinstri sko. Já, þetta er líka, þetta eru tvær alvöru Það eru með Já. 2 af kláraði The Favorites. Já. Það er bara hannig. En eigum við ekki sko því að Egil, hann töðaði mikið síðasta föstudagum en ekki komist í spurningkeppni Gilsarans Já. því að það er King of Spring og Ég töðaði smá. sumardagur fyrstir í næstu Ég reyna að töða minna. Já, er það nýjáseitið? My philosophy í dag. Fallegt philosophy. Eigum við að henda í spurningkeppni Gilsarans áður við fáum Jón Gnarr? Já, ef þið viljið smá horsing around áður en við förum í annað vilt. Mig grunar þetta verður nú ekkit graf alvarlegt viðtal við Jón Gnarr sko. Nei, ekki það, þetta var nú ekki alvarlegt með Kötu heldur. Nei. Gamla stærðana. Það væri mjög skrítið ef við værum farin að taka mjög alvarleg viðtöl. Já, við nennum því ekki. Herru, ok, hendi þetta því að ég held með þess að hann sé mættur í hús. Já. Já, sko, þetta er hérna King of Spring sem er seasonal keppni. Blö vann 2018, Steindi 2021. Mannsbú eitthvað hvaða við sem þú hefur unnist. Ég þarf ekki að muna neitt, hann er með allt skráð. Steindi vann aftur 2002 og í frábært. fyrra var 5-5. Það er ekkert annað. Þannig að það er 2-1 fyrir Steinda sem virðist vera meiri vorkall Já. og Blöð þarf að stígu upp. En það væri rosalega fyrir þig, Steindi, að klára King of Spring og vera 3-1 yfir. Ég man bara ekki hvenar ég vann keppni hjá þér. Það er orðið svolítið síðan. Ég held að ég væri vorkall því að ég fíla vorið. Já, sko, máli er 2-2 væri stert núna. Já. Ja, 2005 getur þú komið in the lead. Jæja, frábært. Byrjum þetta. Byrjum þetta út af því að John Gunnar er að detta inn. Jæja, núna Ég minnið ásamt sko að það eru Það var hérna forsætisráðari í stúdíunu fyrir smástund síðan og fyrir borgarstjóri að mæta þannig að hafði þetta fólk að hlusta Ég get samt ekki fara að spurja bara veist, finnst þér epli gott eða hvað finnst þér í morgumat þetta er King of Spring og við erum að fara að fá John Gunnar, hann er mættur í séan en það bannast að drífa svo mikið þau verður að hugsa Sammála. og vera hreinskilin það er svolítið konceptið þessu, jæja núna er farið að vora Ertu vorni? Nei, ekkert í dag. Hæ? Ég er ekkert vorni núna. Fössari Já, sérðu, það er rigning og 2 bjórar í ykkur það er bara léttir Ég ætla meira að segja bara zero. Ég ætla að segja zero. Ég nenni ekki að ljúga hlustundum. Það er alveg smá sem Þú er búin að ferðast mikið Hann er Ég er þreyttur. bara Blöðvorni Já, ég er bara Jú, ég er vorni. Hlakka ekki að eðla til að fara heim í sófan og ekki sjónvarpi Það er bara heim í sófan Já. Þetta er ekki beint á skeiðvöllin, þetta er beint í sófan Nei, Ég er ekkert að fara beint á skeiðvöllin heldur sko og ég sé vorni. Þetta hljómaði þannig Ég stjórna því ekki alveg sjálfur því miður. Finnst þér líklegt að þú verslið er brakandi ferska föttsdollu þetta vorið? Nei. Hvað er föttsdollu? Bara þetta bara að setja í hárið þér. Þetta er svona smá bólshaming hérna. Já, ég meina Þetta er ekki bólshaming Nú. Út af því að ég var hugsað því að ég var að semja þetta sem tók mig 4-5 klukkutíma Heldur langt síðan ég verslaði með góða föttsdollu
En langt síðan Ég var í appelsínugulu fötsi áður en að ég rakaði það mér Appelsínugul En stendi Ég nota bara eitthvað vaks sem er til heima. Ég hef aldrei held ég bara kipt mér vaks sko. Ísess, ég var að gefa þið dauða að fara að fá punktana Okay. Hlutabreyfinni fudge lækkuð þegar ég rakaði með sköllóttan því að ég þurfti svo mikið fudge til að halda háruna með föstu svo hann myndi ekki fjúka að þetta var rosa þund En ég skal bara kaupa mér þessa dollur. það var ekki stig, sant? Hefur eitthvað verið þunnur í vor? Já. Þú þurfa að vera mynd Jón er með andlit á sig klest við. Hann er bara að klessa nefið á sér við glerið finna sig í sér Hann er basically að býða fyrir að komast inn En já, ég hef verið þunnur í vor Ok, en sko En nýji lífstíl að stenda er í vesinni með helsbúrning Hverju svarar Þetta er ekkert eðlilega gott. Hverju svarar þú stundið hana? Hvað sagði hann? Hefur verið þunnur í vor? Já, ég verð það Hætti að taka myndir af þessu Þetta er bara að fyndið sko Okay, Hann leik í peysu íslenska fánanum og sem er að finna sig í sér Hann á leiðinni En hérna Sko, stendi, lífstílið þinn er að vera ekki þunnur Ég veit það, en ég verð það Ég var þunnur, manstu, þegar við ötti fórum á EM í handboltanum Það var ekki vor Hvernig var það? Það var í janúar Herðu, þá hef ég ekkert verið þunnur í vor Varst ekki þunnur í þessu flakki með DNA-manninum og varst á kasinu og daginn Við vorum eiginlega alltaf sopnaði bara minnati í þessum ferðum sko. Ég held ég sé bara Ég er nokkuð vissum að ég hef bara ekki verið þunnur 2-0 fyrir blöð og verið að hísja upp I love that shit, ég elska að vinna En hefur verið fullur í kasinu síðasta mánuðin? Já, ég var í Prag Ég ætla að segja nei Ok, betur, varst þú ekki í kasinu? Nei Við fórum í kasinu í Hollandi og blöður að reykja þetta Nei, var það svo stutt og Það var eitthvað myndað okkur Hann var full, hann er að spila sig eitthvað Nei, við fórum klukkan 6 um kvöldi fyrir kvöldmatt bara Hefur verið ekstra duglegur í spring cleaning heima hjá þér Þú varst að vonast til að vera lucky Nei Voru ekki, þú varst að móka daginn blöð Það var ekki bara þú var gaman að móka sko Það var ekki svo, ég erði lucky en vissulega þegar ég hendi spring cleaning þá myndi ég vonast til að það geti kannski kveikt aðeins í ykkur en það er ekki verið að gerast Það er bara, það er ekki meira dögvættan á konu minni þegar ég er svona býð eftir hrósi fyrir eitthvað sem ég gerir sem hún gerir daglega sko. En Steindi, þú ætla að mála mikið þú varst alltaf hörku dölur páskan og breytir einu herbyggi við svona gaming Nei, ég eiginlega gerði ekki mikið sko. Þetta var eiginlega frúin Píluspjald og Já, ég hjálpaði til að hengja það upp Ok, ertu það graður í apríl og kallar apríl uppbólsmánuðin? Það er ekki tengt því en ég kalla apríl upp á smánuðin en það er ekki að því sem það er ekki bara að vinna þetta Jónar er að koma inn Sko þetta var eitthvað mesta niðurlæging sem ég sé hörðu Þú komst við það bengi King of Spring Það er 2-2 núna total 4 núna, þú fórst ekki að blad Stinn Jú, ég fór að blad Það er ekki vorni Býður En John Gunnar hann er ráðan Sko ég þarf að taka mynda þessari peysu sem hann er í Við ætlum að fara í auglýsingar Geti ekki takk Jón Gunnar FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Hárrétt, það eru Keiluhöllin og Túborg sem færi ykkur FM 95 Blöð hér á FM 957 og já, það er nettu gestagangur hjá okkur þennan föstudaginn en ég er nokkuð viss með það að á þessum 13 árum sem þessi þáttur hefur verið hafa ekki verið dýrari gestir eitt föstudag. Jónar, verður velkominn. Já, þakka að verið, það er hver þungur nýfur nú eftir öðrum hér. Það er svolítið þannig. Þungur nýfur, já, og kannski með þessi nýfur á að vera þungur. Fyrsta spurning er alltaf, hvernig ertu? Sko, ég er bara æðislegur. Já. Ég er bara, já. Er þetta gaman? Þú er náttúrulega oft komið til okkar og þú er stjórn af þættunum þetta með okkur mér. Já. Þannig að þetta er nú ekki nýtt fyrir þér. Kata var að koma hérna í fyrsta sinn. Já. Er þetta gaman að vera í forsetaframboði? Ég veit þetta er nýbyrjað. Að vera í forsetaframboði? Já, þetta er ógeðslega gaman. Okay. Vegna þess að þetta er svona óvinnlegt, þetta er eitthvað sem þú gerir ekkert reglulega. Þetta er í fyrsta skipti sem ég gerir þetta. Mér finnst bara gaman að prófa eitthvað svona nýtt sko. Þetta er mjög gaman, já. Er mikill munur á þessu að þú róst að bjóða fram til borgarstjóra? Sko, nei, í grundvandaratriðum er þetta sama. Þetta er svona að vera í einhverjum svona ákveðnum gír og vera svona að ganga á eftir einhverju
vonast til þess að eitthvað gerist aðeins að svona koma þér á framfæri og svona halda feeling svona, halda góðu móral og halda tempói og svona. Já, verið stemningu. Ég finnst samt eins og sért einlægari núna heldur þú varst að bjóða fram til borgarstjóra. Já, þú veist, varst að tala alls konar fyrir aumingja og varst að fóra íspjörn og... Já, og þá var ég líka bara að leika mér með alls konar orð sem að voru svona á grensunni, sko, sem sagt, og þetta var svona í upphafi tímabils þegar fólk átti, svona var í vandræðum með ýmis orð. Þannig að ég var svolítið að leika mér með þau, sko, og svona, kannski var þetta líka svona 50-50 alvara og grín, sko. Já, með borgarstjóran. Já. En núna er þetta sko 70% alvara, 30% grín kannski. Nei, ekki, það er ekki meira. En Steindi kom með geggjaða spurningu á hann en með talandi grínið þú gerðir lítið af grínið þegar þú varst borgarstjóri. Ég meina að þú varst ekki að leik í seríum eða varst með útastætti eða tvíhöðan og allt það. Myndu sakna þess eða þú yrðir kjörinn forseti Íslands? Sko, ég held að það er bara allt annars eðlis að vera forseti heldur en að vera borgarstjóri. Þegar þú ert borgarstjóri þá hefur mjög mikil völd og sko og þarfst að taka svona ákvarðanir til mis fjárhagslegar ákvarðanir og mannauðslegar og það er að segja þú ert að ráða fólk og þú ert að segja upp fólki, þú ert að leggja niður vinnu sem fólk er í vinnu staðurinn sem að fólk er að vinna hjá þú segir bara, nei, heyrðu, ég hef ákveðið að leggja þennan vinnustað niður skilur og það er bara getur verið, það er mikilvægt og það þarf einhver að gera það en það getur líka verið alveg ömurlega leðilegt sem forseti þá þarf ég ekki að gera neitt svoleiðis þannig að sko þetta er góð punktur Ég segi þetta er góð punktur Nei, menn akkur mætti ekki tvíhöfði vera að senda út frá Bestastöðum Jú, sko, ég sé ekkert sem útilokar það ég sé þetta alveg fyrir mér að geta verið með tvíhöfða og ég má ekki vera að vinna eitthvað ég má ekki vera í launari vinnu annar staðar meðan ég er forseti en það er ekkert sem bannar mér að gera það í sjálfboðavinnu í þegnskyldu vinnu bara framlag til samfélagsins að vera með tvíhöfða ok, og svo segja allir já, en ef ekki að láta þið fá hérna smá pening fyrir og ég segi nei, ég segi nei ekki láta mig hafa þennan pening leggjum hann frekar til góðgerðamála þú veist, og þá væri bara svona vinn og allir bara, já, býtu, gengur þetta ekki alveg upp eða þú veist, þú veist ég sé alveg fyrir mér, sko, þú veist það, ég geti verið með eitthvað svona uppákomur eitthvað svona kvöld svona skemmtikvöld þar sem að ég geti bara látið allan ágóða sem að ætti annars að falla til mín falla til einhvers góðs mál og ég sé ekki þú kemur í leinalöku 2 þá rennur þetta í gott málinn nákvæmlega, skilur þú bara bestastæði og kemur á skemmtikvöld þú mætti alveg leika þú mátt leiki svo þú vilt, það er ekkert sem banna það í raunin ekki, nei það er ekkert, skilur, það er ekkert í stjórnarskráni eina starfslýsing forsetans er stjórnarskráni það er ekkert sem segir í stjórnarskráni forseti Íslands má ekki leika í sjónvarpsþáttum, það er ekkert, skilur Guðni leik nú í afturöldingu Já, það ekki? Mér meina það nákvæmlega já, þannig að þetta ræðið ekki neitt hvað var þetta allt saman að þú getur ennþá bara tekið þátt í veist, ég er ekki að segja að þú verður mikið þú ert kannski í dag en þú gætir verið að gera skemmtilega hluti ég sé ekkert sem að svona sko útilokar það algjörlega eða slær það algjörlega á borðinu auðvitað myndi ég ekki gera það upp að því marki að það truflaði mín störf skiluru sem forseti skiluru, hitta fólki í landinu eða taka á móti skiluru, Dalai Lama er að koma þú veist, bara, ég er að koma og mér langar svo að hitta þig og bara, já, þetta skilur og ég fyrir ekki að segja við Dalai Lama no, sorry, I'm acting in this television series og bara, but I was looking forward, yeah, I'm sorry, but my vice president Sigurjón Kjartansson hann tekur á móti þér ég spurði Kötu á hann, hvernig frægastur í símaskránni þú ert með nokkra stóra í símaskránni þegar ekki hver er frægastur í símaskránni hjá Gunnar? Ertu með forseta Úkraínu í símaskránni?
Já, ég með hann en samt nú oft bara með sko þetta fólk þessa háu herra í útlöndum sko að þetta sko sem sagt að þegar að maður segir já, ég með síman í honum þá ég í rauninni með síman hjá sko aðstoðamann Nei, það alveg þannig Ég með síman, ég get sagt já, ég með síman hjá Zelenski og þannig þú ringir beint hjá Nei, ég ringi aðstoðamannins Já, þannig nú myndir þú bara tala beint við aðstoðamannins eða aðstoðamann Þetta svolítið þannig en ég get svo sem þú veist Þú gæti græja símtal þú gæti komið í kring það ekki? Jú, En Jóko Ono, ertu með hann í símaskaninu? Það er sama upp á tenningum þar Ég með síma hjá sem sagt svona mannesku sem stendur henni nærri En Jón, nú þú klálega fyndnasti frambjóðandi sem alltaf er sterkt En þú líka var að gefa fólki lestur Þú sagðir að frambjóða Katrínu er steikt og absúrt Allar að gefa fólki lestur í samvinnu með kameri Það er svolítið konceptið hjá þeirra Ég hugsaði saman Þú góðst með leiðindi Finnst þú þetta? Mér finnst þetta góð spurning Sko, ég bara þannig gerður að ég get ekki, sérstaklega í svona samhengi þú veist, ef ég ekkert að eins og þetta sem þú ert að vísa í að ég hafi sagt Katrínu ég var bara beinlínis nákvæmlega spurður þetta og ég hóf ekki máls á þessu sjálfur það var ekkert sem að ég brann fyrir að segja ég bara spurður, hvað finnst þér og þá bara segi ég, veist, þetta það sem mér finnst og mér finnst ég bara eiga að segja það að því ég í þessar stöð og ég hef lent í svona sem ég var borgarstjóri þá var ég spurður eitthvað sem að ég vissi ekki og ég sagði það þá í staðin fyrir ég alveg geta einhvern veginn bladrað mig út úr það nú flókið mál að sjá eitthvað svona jargon en ég reyna að forðast þannig ég sagði, veistu, ég bara veit það ekki og ég var svona, veistu það ekki? Nei, ég bara veit það ekki og sem sagt sko þannig að heiðarleiki minn hefur stundum haft verið svona neikvæðar afleiðingar eins og þessi bæði illgjarn og heimskur en það ekki þannig, þetta bara heiðarleiki eins og hann birtist þegar fólk segir bara nákvæmlega svona það sem því býr í brjósti og ég verð ekkert að reyna að vera leiðinlegur eða þú veist að vaða í eða eitthvað en þú veist, mér bara finnst þetta og bara ef að fólki þú veist já, þú veist, ég bara þetta skrítið, og þetta skrítið þannig að þetta mjög óvunnlegt þetta verður aldrei gerst áður í allri mannkynsögunni þetta skrítið, þannig að bara, já Þannig að þú svaraði bara heiðarlega þegar þú varst spurður Já, mér finnst þetta skrítið Þetta var ekki eitthvað svona statistic move hjá þér að ég ætla að hjóli í hana Nei, hefði ég ekki verið spurður þá hefði ég ekki sagt þetta Ég skilji En þú veist, það gott á millikar þegar við hittist á bara hæ og ekki dvesen Já, sko við Katrín höfum bara þekkst frá fornufari og við höfum oft sko þurft að vinna saman af alls konar málum og við hittumst líka í svona koktelpartíum og förnum vegi og frumsýningum og svona og bara hún Katrín er yndisleg manneskja í alla staði ég hef ekkert slæmt Katrínu Jakobsdóttur að segja bara þannig að það sé algjörlega hreinu og ekki heldur Bjarna Ben það nú líka, það var einhver að reyna að halda því fram að Bjarni Ben væri bara kjökrandi einhvers stað upp í Garðabæ af því að ég hefði sagt eitthvað ég kaupi bara ekki svona bull það er bara Jón Knerri ég bara slakað á finnst samt öllum volið frábær bara ég greinilega ekki honum greinilega ekki honum Sko, við endum þetta á hvort myndir frekar drengir, það er ástæðan fyrir okkur langað að hafa þetta í blökkastunni því að bæði með Kötu og Jón ég geta setið þetta miklu það gæti verið klukkar og þáttur en ef þú ert í forsetaframboði þá er sterkar að koma í opinn þátt sem er með meiri hlustun, það er bara þannig Ertu tilbúin Jón, viljum að fara í hvort myndir frekar? Já, býtum en svo má ég spyrja eftir ef ég myndi vilja bjóða einhverjum Já, ég glemdi því Já, nákvæmlega Saman ég spurði Það var bara að lofa að ég mætti Hvaða þrjár manneskjur eru þau fyrstu þrjár manneskjurnar á besta staði í mat og drikk og mætti velja hvaða þrjár manneskjur sem eru í heiminum
Sko, mér langar ógeðslega til að hitta Louis C.K. Já Og svo grínistinn Tig Notaro mér finnst hún alveg frábæra og ég veit að hún og Louis C.K. eru ágæti félagar þannig að ég myndi vilja bjóða þeim og líklega og náttúrulega maður sem að mér hefur dreymt að hitta og myndi gera allt til þess að reyna að hitta og það Carl Pilkington sko. Idiot abroad Hann drepfindin mér æðislegur og einhvern veginn sko eiga kvöldstund með þeim það held ég að væri ógleymanlegt. Ég meina ef þú yrði forseti þegar þú verður forseti er ekki hægt að græja þetta? Þú veist, ég meina ef þetta fólk fengi boð með góðum fyrirvara forseti Íslands er að bjóða ykkur bara myndu ekki koma? Ég hugsa það Pottit Jú, sko ég reyndi nú sko þegar ég var borgarstjóri þá reyndi ég að ná sambandi við Tig Notaro og ég var að reyna að fá hana til að taka þátt í einhverju svona vitundavakningu krabbamein að því hún fekk sjálf krabbamein og sko og ég sendi henni nokkra posta og hún svaraði því aldrei sko. Ok, þannig að þetta er kannski ekki létt og maður heldur Nei, þetta er svona þetta er ekki Þetta er Ísland Þetta er smá Ísland, ég er ekki borgarstjóri Parísar, skilur Þá fyrir við í hvort myndir frekar Fyrsta spurning, við spurðum Kötu aðan Hvort myndir kjósa Baldur eða Kötu ef þú verður ekki sjálfur í frambúði og þetta var 1-2 valmöguleikar sem var í búði Baldur Hvort myndir frekar reykja pakka á dag það sem eftir er eða deyja áfengistöða einu sinni í mánuði ekki spurning áfengistöði sko bara sofna góðum áfengistöða einu sinni það er viðbjóður að reykja sko Þú reyktir þig? Já, ég reykti náttúrulega ég sko og þegar sem verslét sko þá reykti ég veipaði, tók í vörina og var með nikotín-tík þetta var bara ég var bara Ertu alveg laus? Ertu ekkit Ég er ekki á neinu nikotíni Nei, ég bara Það er rosalegt Ertu alveg laus við nikotín? Algjörlega, fyrsta skipt á ævinni Ég þarf að fara að gera Mér líður aðeinslega, já og saknaði þess aldrei Það er bara svona það er bara farið, ég hef engan áhuga og fólk er þú veist tróðandi í vöruna á sér hægri vinstri í kringum með alla daga trubla mikið neitt sko Veitur Ég er með svona smá startipakka Veip og Næsta spurning, hvort myndir frekar fara flöskuborð með Joe Biden eða Donald Trump? Fara, hvers er á flöskuborð, þú vorst að fara á skemmtistað, það er flaska af áfengi hvort velur með þér, Joe Biden eða Donald Trump? Sko, Donald Trump Donald Trump finnst mér talsvert áhugaverðari náungi heldur en Joe Biden og sem sagt ég er bara hræddur einhvern veginn, ég var alltaf bara einhvern veginn á nálum að Joe Biden myndi bara líði yfir hann nei, alveg tala Hann er svo gammal sko Já, hann er svo gammal Já, sko, þeir eru jafn gamlir Er það? Já, það munar ekki miklu á þeim sko Nei, en Trump er samt tölvert áhugaverðari náungi sko Já, svona ef þú ætlar að hitta yfir flöskuborði, já En ef þú ferð á bestastæði sefur í sama rúmi og King Ólafur Ragnar var í það skiptum rúmi ég veit það ekki ég veit ekkert um þetta ég veit ekkert um svona húsgögn og svona einmitt rúm og svona ég, þú veist, er bara keypt nýtt rúm sama rúmi alltaf ógeðslega gamalt rúm eitthvað rúm, rosalega skrítið rúm nú er það, Ólafur Ragnar Grímsson valdi það nú ok Svo er líka, ef þú ert fósitt í Íslands, þú getur heyrt bara betra bak, bara herðu okkar vantar rúm hérna bestastæðir, það er ekki ræðið og nú leitur það er líklega hægt það er skrítið af Eiríksstaðar og áttsamt ekkert þarna þú veist, það máttu eigið alltaf ég spurði Kutta við hann, hún vissi það ekki tekur þú með þér húsgögnin eða þú ferð á bestastæðir? Já, þú veist, sko ég held að sé
sko bæði og ég held þú getir valið að nota einhver húsgögn sem eru þarna eða láta setja einhver húsgögn í geymslu og koma með þín eigin húsgögn sko. Og það sko svona sumir sem hafa verið þarna hafa sko haft 2 heimili eins og Vigdís, hún var með 2 heimili hún var þarna sko á Bessastöðum en var síðan heima hjá sér á Aragötunum helgar skils mér sem sagt þannig að þú ert að reka þarna einhvern veginn getur verið að reka 2 heimili og ég veit ekki ég hef aldrei komið þarna það sem fórsetin býr ég veit í rauninni sko, Hefur þið farið á Bessastöðum? Já, bara í einhver sko, ég farið ánga náttúrulega í einhverjar svona uppákomur sko, eitthvað svona listamanna eitthvað og svo hef ég komið þarna í móttökur sem borgarstjóri út af einhverju og hérna en ekki inn í híbíli forseta, ég hef bara ekki komið þangað. Með þessum orðum Jón Gnarr því að þátturinn er að vera búin við skuldum auglýsingar áður og kveðjum sannur heiður að fá það eins og alltaf við gætum þetta að dobla í eitt klefa svona áður en að fólk fer að borði að fá því eitt símtal ég hefði viljað fá því í hátteginu í eitt klefa en það kannski býður betri tíma það er óvenjulegt að byggja með það en bara eins og alltaf sannur heiður að fá það taka hérna nokkur hérna góðan daginn, þetta er Jón Gnarr hérna, forseti Íslands já nú er ég sjálfsögðu að spauga í þér hérna. Nú er ég að fýblast en ég er að passa með að vera að sljáleita strengi en vera ekki með sprell fannst þér að þú vissi náttúrulega ekki hvað hann áðist á veðrið þegar ég kynnti mig sem forseta nei, já ég gæti orðið það sko já, ég veit nei, ég er nú bara að gera svona þetta er svona græskulust gaman sko tökum nákvæmlega þennan klefa upp þetta er 2-3 vikur og Jón gangið er bara hrikalega vel takk fyrir það en maður er hreinskilin, það var svona mestu líkundur að maður fengi að kannski að kíkja Bessastæði ef að Jón Gnarr væri forseti og það var svo sem að þekki best þarna í þessu frambúði það var skrítið að fá geitt bóð í mat sko og einhver verðlaun gefa okkur fullt af verðlaunum þetta hendi einhver verðlaun fálka orðum takk hjálpa fyrir komna Jón takk snillingur FM 95 Blö í samstarfi við Dynout og loopmerge.is Hárið það er Loop Merge og Dynout sem færi ykkur FM 95 Blö hér á FM 957 drengir þessi þáttur hann fór hratt frá okkur enda við vorum að kveðja Gnarrinn þetta fannst mér skemmtileg þáttur persónulega þetta er nefnilega mjög gaman sko ég áður bæðið hérna í bara alvöru líka bara skemmtileg viðtöl veist, og við ætlum að halda áfram hvað er að gerast þetta? 13 Nei, enda bjarga þessu strax ég heyr ekki neitt, ég er ekki með headphone við ætlum að fara að fá núna líka fleiri frambjóður það var bara við auglýstum eftir frambjóðum og hvað, Baldur ætlar að mæta og Steinn Óla, Halla þannig að það er bara og þið hafið bara samband ef þið eru í stuði já, það er bara þannig, það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur í dag við minnum á blökkastið á þriðjudaginn það er stór helgi, það er undanúrslitið í byggarnum svona fyrir okkur United menn já, og ef við vinnum það þá erum við leiðin á Wembley já, verðum við ekki að henda okkur á Wembley það er ein regla í lífinu ef United fer í final we're going er þið ekki báðir óhappa eða var það bara annar eitthvað? Nei, ég er með 6 leikir röð þannig að speak for yourself það var óhappa ykkur 67 ára ég man eftir að þjóðum var bara grátbeðum að mæti ekki það sem að fólk gleymir líka stundum er að þegar ég var óhappa það er síðast ári sem United var meistari þannig ég var nú ekki meira óhappa en það þeir urðu meistarar þetta ár fólk man ekki eftir því, fólk man bara eftir tablíkum en ég er bara að henda mér í gallan ég er á leiðinni til Man of Many Kolb sem er komið með -18 gráðu 56 ingredients gráðu þannig að ég er að fara ég er álur vesen í kvöld já, þú ert að vera í ammali mér er slegilegt að komast ekki ég er sko, veistu hvernig staðan er meiri drengir nú er sko Sigrún að fá vinkonur heim og eldri dóttir mín með krakka sem er að fara að gista og ég er að fara að vera bara að reyna að kontróla heimilinu bara í kvöld sko en það ertu bestur í því þetta er ekki sófinn beint hjá mér sko ég er að fara ég reyndast rákvæðin að býða eftir mér heima en farið í pottin samt það verður bara svo seint sko endar í pottinum takk fyrir hlustun í dag við heyrumst vonandi á þriðjudaginn annars næsta föstudag í góða helgi kæru hlustundur